Já, ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa 737. fundar bæjarstjórnar og segi fundinn settan. Á dagskránni eru til að byrja með ársreikningur Mosfellsbæjar, en það var borist hérna óskir 2 viðbóta dagskrárliði. Ég geri ráð fyrir því að það geri engin athugasemd við fundarboðun eða dagskrána sem fyrir liggur við setningu fundarins. En það eru 2 liðir í viðbót. Það er annars vegar að innkomi fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 228 frá 16. apríl, eða sem frá því í gær, og síðan liðurinn kosningar í nefndir. Og ég ætla að leyfa mér að bera þetta hvoru tveggja upp bara saman ef enginn gerir við það athugasemd, og bið þá sem að staðfesta að taka þessa 2 liði inn á dagskrá, og fundargerðin verður þá númer 10 á dagskráni og kosningi nefndir verður liður númer 13 og aðrir færast sem því nemur. Og þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta þessa breytingu gerðu svo að gefa merki og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá göngum við til dagskrá fundarins sem er í fyrsta lagi að það er önnur og síðar umræða ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2018 og ég ætla að gefa bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, það er rétt sem kom fram í kynningu forseta. Hér liggur fyrir ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2018 til fyrri umræðu. Ég ætla bara svona rétt til upprifjunar að... Seinni umræðu. Já, afsakið. Til seinni umræðu. Hann er sem sagt til afgreiðslu hér á þessum fundi. Hann var ræddur í fyrri umræðu hér fyrir hálfum mánuði síðan. Og þá kom eitt endurskoðandi bæjarins og gerði grein fyrir ársreikningnum sem og endurskoðana skýrslu og lagði hana raunverulega fram á fundinum. Og í kjölfarið þá gafst bæjarfulltrúum kostur á að spyrja spurninga sem og að spyrja embættismenn milli umræðuna. Ég veit ekki til þess að það sé neinum spurningum ósvarað. Öllum þeim spurningum sem hafa borist hér til stjórnsýslunnar hafi verið svarað. Að minnsta kosti mín vitneskja er þannig og ég lít ég svo á að við séum hér tilbúin til þess að ræða hennar reikning í annar umræðu. En bara aðeins niðurstöðuna í rekstrarreikningsins fyrir árið 2018. Hún var góð. Rekstur Mosfellsbæjar gekk vel á árinu 2018. Rekstrarafgangur var 812 milljónir tæpar, sem er rúmum 500 milljónum meira heldur en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Helstu ástæður þessa munar eru þær að rekstrartekjur voru hærri, útsvarstekjur voru hærri og skapast þær fyrst og fremst að tvennu, annars vegar að fjölgun íbúa í Mosfellsbæ var meiri heldur en að áætlanir fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir, sem og að tekjur í þjóðfélaginu hér í Mosfellsbæ voru meiri, sem skapaði þá hærri útsvarstekjur. Síðan voru fjármagnsgjöld lægri, bæði vaxtagjöld og verðbætur. Vaxtagjöld voru lægri vegna lægri lántöku heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það skapaðist af því að sjóðstreymið var meira vegna hærri tekna og því þurfti ekki að taka öll þau lán sem fjárhagsáætlun hafði gert ráð fyrir, og svo að verðbólga minni. Þannig að sá rekstrarkostnaður var lægri, þar sé fjármagnsgjöldin. Og lífeyrisskuldbindingar voru líka lægri heldur en að til hafði verið reiknað hafði verið með. En síðan er það þannig að hinn eiginlegi rekstur er svona nokkurn veginn á áætlun, þrátt fyrir fleiri íbúa. Þannig að það skapar þá það að það sem við erum að fá meiri tekjur, minni kostnaður vegna fjármagnskostnaðar og lífeyrisskuldbindingu og svo framvegis, og rekstrarkostnaðurinn er að standast, að þá er ágangurinn eða afkoman þessu leyti til betri heldur en við vorum að gera ráð fyrir í fjárhagsáætlun.
en heildar tekjur í A- og B-hluta samstæðunar voru 11,2 milljarðar rúmir. Rekstrarkostnaður var 9,5 milljarður rúmur og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir var þá jákvæður rúmar 1700 milljónir. Afskriftir voru 342 milljónir og rekstrarniðurstaða var því jákvæð fyrir fjármagnsliði 1387 milljónir. Fjármagnsliðir voru 555 milljónir og tekjuskattur rúmar 20 milljónir sem gera það þessar ekstra niðurstöðu jákvæð upp á 812 milljónir samanborið eins og ég nefndi hér áðan við áætlunum upp á rúmar 307 milljónir. Rekstrarniðurstaða ársins 2017 var jákvæð 560 milljónir. Þannig að það hefur gengið vel að reka bæinn núna síðustu ári. Ef við förum aðeins í sjóðstreymið þá það þannig að veltufé frá rekstri var rúmar 1,5 milljarður. Veltufé frá rekstri eru þeir fjármunir sem eftir eru á bankareikningnum á bænum þegar búið að greiða kostnað, búið að leiðrétta afgang fyrir reiknuðum stærðum eins og afskriftum, verðbótum, tekjuskattsbreytingu og lífeyrisskuldbindingabreytingunni og þetta rúmum 400 milljónum betri niðurstaða heldur en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Þá gert ráð fyrir að veltufé yrði jákvætt rúmar 1100 milljónir árið 2018 fjárhagsáætlun en var sem sagt 1508 milljónir. Og þetta líka töluvert betri niðurstaða heldur en ársreikningum 2017 þar sem að veltufé frá rekstri var 1235 milljónir. Þannig að þetta allt saman jákvætt og síðan það svona kannski sýnishorn af lykiltölum. Skuldaviðmiðið komið niður í 77,6%. Borið við það var 103,9% í árslok 2017. Fjármálareglur sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum eru það að þetta viðmið má ekki fara upp fyrir 150%. Þannig að við erum vel fyrir neðan það, gott betur það. Þannig það ánægjulegt. Langtíma skuldir í hlutfalli veltufé frá rekstri mælt í árum 5,57 ár, þar að segja að það myndi taka bæinn 5,57 ár að greiða niður allar skuldir bæjarins með þetta veltufé að því gefnu að engin ný lántaka ætti sér stað, sem nú svo sem náttúrulega svona útópía í öststækkandi sveitarfélagi, en þetta samt ágætis svona kennitala það ef að væri að ræða óbreyttan rekstur og engar fjárfestingar, að þá væri þetta tími sem það tæki að borga niður öll lán bæjarins. Og veltufé frá rekstri í hlutfalli afborganir skulda og skuldbindinga 1,75 samanborið 1,53 árið 2017. Veltufé frá hlutfalli 0,62 samanborið við 0,88 árið 2017. Og eiginfjár hlutfalli hækkar töluvert komið í 35,6% samanborið við 32,2% í lok árs 2017. Framleiðan hlutfalli 15,4% samanborið við 12,5% 2017 og hlutfall veltufjár frá rekstri við hlutfalli rekstrartekjur í prósentum 13,4% samanborið við 12,3% árið 2017. Þannig allar þessar kennitölur sem eru svona yfirleitt notaðar, svona algengustu kennitölur til þess að skoða rekstur sveitarfélaga eru allar með ágætum og koma vel út hjá Mosfellsbæ, en það gekk reksturinn vel. Og íbúafjöldinn 1. desember var 11.426, hafi fjölgað tæplega 1000 manns á árinu og breytingin frá fyrir árið 8,2%, samanborið 8,23% árið 2017. Þannig að þetta hafi verið sennilega þau ár sem mest hefur fjölgað hlutfallslega og ekki bara hlutfallslega, þetta bara líka tölulega í Mosfellsbæ frá upphafi. Já, við erum ekki að fara yfir efnahagsreikninginn, en ég ætlaði hérna bara svona í lokin að greina frá því að það kom ekki fram í fyrru umræðinu að kom reyndar fram í tölvupósti sem fjármálastjóri sendi bæjarfulltrúum hérna núna milli umræðina að það fylgir með þessu ábyrgða og skuldbindinga yfirlit
sem er tekur utan það er ábyrgð og skuldbindingar sem að bærinn hefur gengist á hendur í sameiginlegum verkefnum og þarna er að ræða byggðasamlögin okkar, slökkviliðið, Sorpu og Strætó, líka samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og heilbrigðiseftirlitið. Heilbrigðiseftirlitið er rekið af 3 sveitarfélögum, þar sem Mosfellsbæ, Kjós og Seltjarnarnesi. Og það var athugasemd í endurskoðunarskýrslu fyrir árið 2017 að það væri ekki þetta ábyrgðar og skuldbindinga yfirleitt vantaði, það er búið að bæta af því. Það er semst komið hér inn og ætlaði svo sem ekki að fara fleiri orðum með það, taflan sem að því fylgdi með í pósti sem fjármálastjóri sendi, en þær tölur náttúrulega bara teknar beint upp úr ársreikningum. En mér skilst að Mosfellsbær sé þá eitt af fáu sveitarfélögum sem gerir svona yfirleitt, eða okkur skilst. En þetta er svo ósk eða ábending frá endurskoðendum að þetta beri að fylgja með ársreikningum. Ég myndi bara vekja athygli á þessu, því að þetta er breyting eða viðbótargagn milli umræðna. Að svo mæltu, þá myndi ég vilja þá bara leggja hérna þennan ársreikning fram til seinni umræðu á nýju, en vil gjarnan fá að nota tækifærið og þakka fyrir alla þá vinnu sem hefur verið lögð í að búa hann reikning til. Það er mikil vinna sem því fylgir að fara í gegnum þetta alls saman og hafa þessar tölur réttar, og fjármáladeildin og framkvæmdastjórar og forstöðumenn stofnana bera þungan af því, og mig langar náttúrulega líka til að þakka öllu starfsfólki bæjarins fyrir ábyrgan og góða rekstur á árið 2018. Þessar tölur sýna það að allar rekstrartölur eru góðar, reksturinn sem slíkur, hinn eiginlegi rekstur er samkvæmt áætlun, þrátt fyrir mun fleiri íbúa heldur en að við vorum að gera ráð fyrir, tekjurnar verða meiri og því verður afgangurinn meiri. En þannig að það er ástæða til þess að þakka okkar góða starfsfólki fyrir það. En við líka benda á það, svona árétta það, að sem ég held ég hafi komið að bæði í bæjarráði og líka við umræðum reikninginn í fyrri umræðu, að það er svona blikur á lofti einhverjar í íslensku efnahagslífi. Ekki víst að það verði sambærilegur uppgangur í því eins og verið hefur, minnst kosti næstu 1–2 árin, eins og verið hefur síðustu árin. Því er gott að það hafi verið afgangur á rekstur sveitarfélagsins með þessu móti síðustu 2–3 árin. Því að það er ekkert víst að það endilega verði næstu 2–3 árin hér á eftir. Minnst kosti svona ef maður lesi í svona skýin og það sem að hagspekingar eru að greina þessa dagana, þannig að það er jafnvel verið að gera ráð fyrir því að það verði neikvæður hagvöxtur á árinu 2019, sem hefur verið mjög mikill á síðustu árum. En það er nú líka talað um að þetta tímabil gæti nú verið stutt í næsta tímabil aftur. En ég held að við þurfum samt að hafa þetta í huga við okkar rekstur á næstunni að það gæti borið til beggja vona með það. En sjáum til hvernig það fer. En lík hér málum sinni. Já, við þökkum bæjarstjóra fyrir þessa framsögu hans við síðar umræðu ársreikninginn fyrir árið 2018 og mælendaskráin er opin ef einhver vill taka til máls. Sveinn Óskar Sigurðsson. Ég held að ég hef verið Fyrirgefðu, þá missá ég. Anna Sigríður Guðnadóttir. Gjörðu svo vel. Takk ágæti forseti, ég bara bankaði borðinu sko. Við tökum hér til afgreiðslu ársreikning bæjarins fyrir árið 2018. Niðurstaðan þessi góð og önnur en til dæmis var á fyrri hluta síðasta kjörtímabils fyrir þá sem það muna. Velmegun hefur aukist og uppgangur hefur verið í hagkerfinu. Allt rekstrarumhverfi sveitarfélaganna hefur verið hagfellt. Embættismenn bæjarins hafa staðið vaktina og hafa, eins og ávallt áður, unnið ötullega að því að halda rekstrinum innan þessa ramma sem þeim er settur í stefnumörkun þess pólitíska meirihluta sem ræður ferðinni í bæjarstjórn Mosfellsbæjar.
Allar lykiltölur eru jákvæðar, framleiðin er rífileg miðað við núverandi skuldsetningu, skuldahlutfall og skuldaviðmið fer lækkandi og ekki annað að sjá samkvæmt fyrirliggjandi áætlunum en sú þróun haldi áfram. Rekstrarafgangur A og B hluta eru 800 milljónir eins og komið hefur fram, en það eru frávik frá upphaflegri áætlun með viðaukum 164%, en áætlun með viðaukum var upp á ríflega 300 milljónir. Þetta er umtalsverð upphæð. Helsta ástæður eru fjölgun íbúa umfram áætlanir, hærri tekjur íbúa sem þýðir hærri útsvarsgreiðslur inn í bæjarsjóð og þá eru vextur og verðbætur í lægri en gert hafi verið ráð fyrir vegna lægri verðbólgu en áætlanir gerðu ráð fyrir. Sala byggingarrétta var einnig umtalsvert meiri heldur en gert var ráð fyrir enda mikil uppbygging í sveitarfélaginu sem leiðir síðan af sér þessa mikla fjölgun íbúa sem er rúmlega 8%, 8,2%. Ég tel að það ætti að skoða vel hvort ekki setja spá nákvæmar útsvarstekjur þegar líða fer á ár, þegar sýnt er að íbúafjöldin fer eins mikið vaxandi og vex hraðar heldur en þær áætlanir sem liggja fyrir gera ráð fyrir. Ég nefni þetta sérstaklega vegna tveggja atriða, annars vegar viðhalds mannvirkja bæjarins og hins vegar vegna aukinna þjónustuþarfa sem myndast við fjölgun íbúa. Við vitum að sveitarfélög gengu í gegnum þrengingar á árunum eftir hrun og á þeim tíma þurfti að taka sársaukafullar ákvarðanir eins og margoft hefur komið fram í ræðum við þetta borð. Nú eru tímar sem betur fer aðrir, þó vissulega sé mikilvægt að halda vel á spöðunum og taka tillit til þess að nú er spáð einhverju samdrætti tímabundum í hagkerfinu. En það er tími til komin að bæta verulega í bæði viðhald og þjónustu, það nefni ég sérstaklega skólan okkar. Eins og allir muna hafa viðhaldsmál sérstaklega Varmárskóla verið til umræðu við þetta borð og í samfélaginu í heild. Ákvörðun hefur verið tekin af allri bæjarstjórninu að fara í gagngert viðhald þess skóla og gera áætlun úttektir á viðhaldsþörf annarra fasteigna sem hýsa skólastarf. En óneitanlega hefði verið gott að hafa hluta 800 milljóna rekstrarafgangsins til að hefja öflugt átak í viðhaldsmálum strax á árinu 2018. En hlutfall útsvarstekna 2018 sem nýtt í viðhald er einungis 2,2%. Einhver hækkun er áætluð árið 2019 eða 2,4 til 3% eftir því hvernig það er skoðað, en endurbætur sem auka verðmæti eða notagildi fasteignar eru víst oft færðar með fjárfestingum ársins samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér frá fjármálastjóra. En það er alveg ljóst að vanrækt viðhald er ávísun á stór aukinn kostnað í framtíðinni. Bætt þjónusta innan skólan er að sjálfsögðu eilífðarverkefni, það verður seint komið að endanlegri niðurstöðu þar, en góð og öflug þjónusta innan skólakerfisins getur skipt sköpum fyrir þroska og framtíð nemendanna. Það er athyglisvert að rekstrarniðurstaða fræðslusviðs er lægri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir þrátt fyrir aukinn fjölda barna. Í svo ört stækkandi bæjarfélagi hlýtur fræðslukerfi að þurfa að bæta í og auka þjónustuframboð sérstaklega þegar litið er til áranna sem kollu á niðurskurð eftir erfiðleika fjárhagsumhverfi sveitarfélaganna. Ég vil leyfa mér að vona að bætt verði verulega í fjárveitingar til fræðslusviðsins, sérstaklega nefni ég hér sérfræðiþjónustu á komandi árum. Eins og ég nefndi hér áður, þá byggja ákvarðanir rekstur bæjarins á pólitískri stefnu þeirra aðila sem mynda meirihluta í bæjarstjórn. Þar er þjónustustigið í raun ákveðið og þar hvílir ábyrgðin. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þennan ársreikning, nema ég ætla að gera eins og undanfarin ár, ætla ég að gera það að tillögu minni að ábendingar endurskoðenda varðandi innra eftirlit, fjárhagskerfi og stjórnsýsluskoðun verði lagðar fram og kynntar í bæjarráð. Og svo ætla ekki að segja mér að sinni. Já, þökkum bæjarfulltrúanum fyrir. Mælendaskráin er opin ef fleiri vilja. Það er Sveinn Óskar Sigurðsson næstur, gjörðu svo vel. Forseti, fundarmenn og gestir. Já, ég vil þakka fyrir góð viðbrögð. Ég lagði fram spurningar hér í fyrri umræðu ásetningin. Fékk greinargóð svör bæði á fundunum sjálfum og síðan í samtali við fjármálastjórann og ég þakka kærlega fyrir þá vinnu. Ég held að flest það sem ég ætlaði að fara yfir kom nú fram í
ræðu síðasta ræðumanns hér í púltinu, fulltrúa Samfylkingarinnar. Og ég vil svona dreipa bara á því sama. Þetta eru þessi viðhaldsmál. Það þó tækifæri núna einmitt að taka á því. Mér sýnist bæjaryfirvöld alltaf að fara í þá vinnu og séu bara í startholum með það. Nú síðan varðandi þessa félagslegu þætti sem kom fram í ræðu þessa fulltrúa Samfylkingarinnar, þá skiptir mjög miklu máli að í stækkandi bæjarfélagi með aukinn fjölda fólks af erlendum uppruna og ýmisleg þróunarmál í skólamálum hérna, þetta er skóli án aðgreiningar, þá eru náttúrulega mjög mikilvægt að setja og líta til þess á næstu árum að setja meiri í fræðslumál. Og það kemur nú bara til eðli máls samkvæmt og ég held að starfsmenn og fulltrúar bæjarins vita þetta. En þetta eru þessi forgangsmál sem við erum alltaf að vinna í hér í bæjarstjórn og munum þurfa að vinna í áfram næstu misseri. Ég tek undir með bæjarstjóra þegar hann nefnir að það eru blikur á lofti og það er alveg rétt að við þurfum að eiga til hörðuárana ef að þau eru framundan og það er nú þá ágætt að rýmið sé að aukast hvað varðar skuldsetningaálag bæjarfélagsins sem er komið það langt niður að það er bara hið besta mál. Nú varðandi önnur mál svona í þessu samhengi að þá held ég að við verðum líka að líta á yfirstjórn og kostnað við yfirstjórn og skoða hvað er hægt að gera þar til þess að spara. Það er umræða síðari missera að fara í það, en ég hef líka heyrt að það er oft þröngt í mannahaldi þar líka eins og annars staðar og þá er spurningi hvort að þurfa að bæta þar úr með einhverjum hætti eða þá að hagræða. Nú, þegar litið er til stærsta þáttarins í þessu öllu saman, í þessum rekstri er náttúrulega skólamálin og málefni eldri borgara og mál sem eru óleyst sem eru til dæmis tengslum við hjúkrunarheimili. Þá verður þetta alltaf að líta til þess að þessi reikningur, hann er hugsanlega fyrsti reikningurinn sem alvöru má segja að bæjarfélagið sé að snúa við blaðinu hvað reksturinn varðar. En þá er spurningin hvað er framundan og það er náttúrulega næsta umræða, en svona í ljósi þessa sem hefur komið hérna fram og núna eins og þetta liggur fyrir okkur, þá sé ég svo sem ekkert að því að þessi reikningur verður bara hreinlega staðfestur eins og lög gerir ráð fyrir og gengi frá því. En það eru blikur á lofti og mörg horn að líta í þessum rekstri, en það er líka ýmislegt sem er ekki til bókar fært. Það er viðhald, það eru framtíðar launamál og það eru hluti sem eru til dæmis í jörðu niðri eins og frárenslu og annað slíkt sem er ekki í bókum. Þetta er allt eftir, þetta kostar mikla peninga, en ég vona að þetta verða ráðist í þessar viðgerðir og endurbætur og þá sjáum við kannski raunverulegan reikning í lok næsta árs og þegar við klárum þá þann ásetning fyrir þetta rekstrarár. En ég þakka starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra vinnu og segi bara málinu mínu lokið með þökk fyrir þennan reikning. Já, við þökkum bæjarfulltrúa Sveini Óskari fyrir hans málflutning. Mælendaskránin er opin. Ef það eru fleiri sem Kolbrún Þorsteinsdóttir gera svo vel. Já, takk forseti. Ég ætla líka að fá að segja örfá orð undir þessum lið ársreikninginn. Því hér er búið að tala mikið og við getum glaðst allir við því að staðan er góð og við eigum jafnvel til mögur árana sem vonandi koma þó ekki. Hér er vel haldið utan á málin öll samöl og en mér langar að bara að koma aftur
að skólamálunum sem að fólk hefur haft hér orð á. Eins og fram hefur komið kannski og allir vita að þá hefur verið aldeilis gefið í hvað það varðar leið og færi gafst. Þá var það fyrsta sem við gerðum. Skólamálin eru forgangsmál og það er gott að við erum bara kannski mögulega bara öll á sem blaðsíðunni. Við erum ánægð með reksturinn á bænum. Við erum, það er allir sátt við það að við ætlum að gefa í sem aldrei fyrr eins og kemur fram í fjárhagsáætluninni varðandi skólana. Það hefur aldrei verið sett jafn mikið fjármagn í skólana eins og nú í þessari fjárhagsáætlun. Þannig að við getum þá bara fókuserað á það. Skólamálin eru forgangsmál. Við ætlum að einbeita okkur að skólamálum eins og við höfum gert hingað til og það verður ekki gefin einn afsláttur af því. Þannig að ég er bara mjög sátt við stöðuna, sátt við það að það eru næg verkefni að vinna. Hér er gott fólk alls staðar sem heldur vel utan um málin og ég held bara að við erum bara að sjá það á blaði að við erum bara réttri leið og ætlum að halda henni áfram. Þannig ég er bara mjög sátt og ég þakka fyrir, ég þakka öllu starfsfólkinu sem hefur komið að þessu reikningi og þessari vinnu, þessari niðurstöðu. Pétur, takk. Þannig að við getum bara, ég held bara nokkuð glaðst yfir því og fagnað. Takk fyrir, forseti. Þökkum Kolbrúnu fyrir og það er Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Við erum að ræða hér í seinni umræðu ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2018 og eins og fram hefur komið að þá getum við öll glaðst yfir því að reksturinn gekk vel á því herrans ári, á því kosningarári til sveitarstjórna og rekstrarniðurstaðan var jákvæð umtalsvert umfram það sem að reikna með í áætlunum. Bara rétt nefna það sem kom hérna fram varðandi að sjálfsögðu er gott að hafa smá borð fyrir báru, sérstaklega ef einhver hérna verri staða verður á í hagfætinum á næstu árum, en það var talað um það að það væri í máli Sveins Óskars Sigurðssonar bæjarfulltrúa Miðflokksins að þetta væri kannski svona fyrsta árið í viðsnúningi, ef ég fer rétt með, á rekstri bæjarins. Ég veit ekki til þess að þetta bæjarfélag hafi nokkurn tíma verið rekið með tapi þrátt fyrir gríðarlega erfið ár eins og við þekkjum gegnum hrunið og ég vil benda á það að rekstrarafgangur bæjarfélagsins síðustu 3 ár er í kringum 800 milljónir ef ég fer rétt með. Þannig að það er ekki þannig að þetta sé einhver verulegur viðsnúningur á þessu ári þetta heldur kannski áfram það sem að hefur verið að gerast undanfarin ár og vonandi heldur svo þróun áfram en eins og segjum það þarf að halda vel á spilunum sérstaklega ef að hlutirnir er eitthvað snúast á verri veg í almennt í þjóðfélaginu. Síðan er talað um það að það hafi verið gott að vera nú borð fyrir báru varðandi viðhald á fasteignum en ég vil líka benda á það að viðhald á fasteignum er ekki eitthvað sem er að byrja á þessu ári eða að byrja á síðasta ári. Það er eitthvað sem er auðvitað alltaf í gangi hjá sveitarfélagi eins og Mosfellsbæ og auðvitað er það misjafnt hvað hægt er að setja í mikið en ég er til dæmis að því að ég var nefnt varmárskólu og það ætti að fara í verulega framkvæmdir þar að það er búið að setja 100 milljóna í framkvæmdir og viðhald á varmárskóla undanfarin ár. Þannig að það er ekki eitthvað sem er einhver vinna sem er að byrja núna. Það er vinna sem hefur verið í gangi. Þetta er sennilega eitt af elstu húsum sem að bærinn er með í rekstri, allavega svona elsta álma þar. Og það er auðvitað stanslaust sem þarf að halda svoleiðis húsnæði við. Og það er ekki eitthvað sem er að byrja núna á árinu 2018 eða 2019 heldur. Það var verulega auki við framlag til varmárskóla til dæmis á síðasta ári og 2017 líka ef ég fer rétt með. Þannig að þetta er mjög jákvætt og það sem er náttúrulega einstaklega gott við þennan rekstrarreikningi það að eitt er það að tekjurnar séu aukast og það er eins og hefur komið fram
vegna þess að það að fjölga í bænum og allt það. En það sem náttúrulega ennþá mikilvægar og mjög mikilvægt það að rekstrarkostnaður hann helst mjög í samræmi við það sem var gert í áætlun og það gefur vott agaða og góða vinnu hjá embættismönnum bæjarins og þau öguðu vinnubrögð birtast kannski þegar við erum að fá til dæmis svokallaða framgangsskýrslu á framkvæmdum í Helgafeldsskóla sem er birt í bæjarráði og síðan í bæjarstjórn sennilega 4 sinnum á ári þar sem farið yfir stöðu mála og þetta er eitthvað sem er mjög gott og mikið aðhald í og einhver önnur sveitarfélag ætti að taka sér til fyrirmynda sem er í framkvæmdum. Takk fyrir. Já, þökkum bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni fyrir og mælendaskráin er opin. Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, varðandi fullyrðingar síðasta ræðismanns rekstur Mosfellsbæjar, þá erum við með rúmlega 700 milljónir í plús núna með rekstrarreikninginn. Á síðasta ári nam það 560 milljónum, en til þess að benda á til dæmis árið 2010 þá var rekstrarniðurstaðan neikvæð 205 milljónir. Árið 2011 var neikvæð 26 milljónir. 2012 var það 30 milljónir í plús, svipað 2013. Á 2014 var það 72 milljónir í mínus. Síðan kom vöxturinn og viðsnúningurinn hófst og það sem ég á við núna að viðsnúningurinn hefst með því að skuldahlutfall er að fara mjög hratt niður í ár og hærri afrakstur úr rekstrinum bæði á B en önnur ár hér á undan sem ég nefndi. Það er bara það sem ég er að tala um. Þannig að þess vegna er ég að segja nú eitthvað jákvætt og það er nú óþarf að vera með neikvæðni yfir því. Og þökkum Sveini Óskari fyrir og mælendaskráin er opin. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Bara stutt forseti, þetta sé nú kannski ástæðulaust að reyða einhverjum tíma hér í að karpa hver afkoma bæjarins hefur verið á undanförnum árum. Það sem að málið snýst að árin núna sérstaklega síðustu 3 árin hafa verið mun betur tilfallin að reka sveitarfélög og reynda bara ýmislegt annað en sveitarfélög á þessu landi heldur en árið þar á undan. Það er búið að vera uppsveifla í þessu hér í síðustu 7 árin. Sú uppsveifla reyndar kemur nú seinna til sveitarfélaga heldur en til dæmis ríkisins, bara vegna þess að ríkið hefur með höndum öðruvísi skattstofna sem skila sér fyrr til þeirra. Vonandi er það kannski líka einhverju leyti þannig að þá kemur líka niðursveiflan örlítið fyrr, það er að segja stór hluti skatttekna ríkisins er í formi veltuskatta eins og virðisaukaskatts og slíkra hluta sem er greidd af neyslu í þjóðfélaginu en tekjur sveitarfélaga eru bundin við tekjur landsmanna og svo fasteignamat af húsum. Þannig að það eru stærstu skattstofnar sveitarfélaga og þetta var miklu lengur að taka við sér hjá sveitarfélagunum og þess vegna voru árin eftir hrun mjög erfið fyrir sveitarfélag. Það er hins vegar, og það var erfitt að koma saman fjárhagsáætlun, það var erfitt að láta fjárhagsáætlun að standa. En það tókst samt mjög vel og á hverju 30 ára tímabili var aldrei, sem fjármálareglu sveitarfélag segir til, var aldrei halli á sveitarfélaginu. Og það er að segja ef það var halli, einhver smávægilegur halli eitt ári, þá náðist að vinna það upp á árinu þar og eftir, árunum þar og eftir. Annars hefði eftirlitsnefnd með fjármáli sveitarfélaga tekið hér við og svona tekið hérna að sér ýmis verkefni sem við viljum helst fá að sjá sjálf. Þetta var ekkert létt verk en það tókst og það er gott að það er líka þá að skila sér í því að þegar að vel árar að þá verður góður afgangur og við búum að því að hafa gengið heldur vel fjármál sveitarfélags undanfarin ár og áratugi
okkar starfsfólk ber virðingu fyrir fjárhagsáætlun, ber virðingu fyrir rekstrinum og annt það að sveitarfélagið sé vel rekið. Þannig að það með þessum hætti. Alla þennan tíma hefur skuldahlutfall verið að lækka. Alveg frá því að fjármálareglur sveitarfélaga voru teknar upp, þá hefur skuldahlutfall lækkað. Mismunandi hratt, það rétt, en lækkað jafnt og þétt. Og það var sem sagt þegar fjármálareglur sveitarfélaga voru teknar upp, einhvern tímann, man það ekki hvernig það var, 2000 og eitthvað, 7, 8, eitthvað svoleiðis. Já, fyrir 2002 sennilega. Ég man ekki nákvæmlega árið, það skiptir ekki öllu máli. Þá man ég það að skuldahlutfallið var, eða skuldaviðmiðið var 146%. Núna það 70 eitthvað. Þannig að þetta sem betur fyrir að lækka, það tengist ekki hins vegar því að skuldastabbi sem slíkur sé endilega minnka. Íbúum fjölga, tekjurnar hækka. En þetta eru viðmiðin og það er líka óeðlilegt, það var ekkert eðlilegt í sjálfum sér að skuldastabbinn lækkaði eitthvað mikið þegar við erum í svona mikilli uppbyggingu eins og við raun ber vitni. Fjárfesta mjög mikið. Fjárfestum síðasta ári fyrir einhverjar 1400 milljónir, áætlaði fjárfesta fyrir 800 milljónir á þessu ári. Þetta eru miklar fjárfestingar en það eru íbúum að fjölga hratt og fjárfestingarnar eru náttúrulega til þess að tryggja það að setja sinna enn betri þjónustu fyrir þá sem hingað flytja, betri þjónustu fyrir þá sem hér fyrir búa. Þannig að ég held að við getum öll verið stolt af Mosfellsbæ, getum verið stolt af því hvernig okkar starfsfólk eru haldið utan um reksturinn og við getum verið stolt af því að við getum bæði, held ég, haldið vel utan um hann þegar illa árar og líka þegar vel árar. Og það er gott. Þökkum Haraldi Sverrissyni fyrir og mælendaskráin er opinn ennþá ef fleiri vilja taka til máls. Ég ætla að gefa sjálfum mér orðið rétt sem snöggvast og hérna lesa bara örstutt af bókum sem ég ætla að byrja síðan ritarum að færa til bókar. Bókum bæjarfulltrúa vina Mosfellsbæjar. Bæjarfulltrúa vina Mosfellsbæjar ítrekar þakkir sínar sem fram voru settar við fyrri umræðu til allra þeirra sem komið að undirbúningi og gerð ársreiknings fyrir Mosfellsbæ vegna ársins 2018. Ársreikningurinn sýnir að tekjuflæði var meira á umliðnu ári en áætlanir gerðu ráð fyrir á meðan að hefðbundin útgjöld héldu sjó. Bæjarfulltrúi vina Mosfellsbæjar minnir þó á að fljótt geta skipast veður í lofti og það er ekki sjálfgefið að tekjur og útsvar og fasteignaskatti aukist með þeim mæli sem verið hefur síðustu ár. Því verði ávallt að halda vel á spöðum því kostnaður af lögbundnum rekstri bæjarins svo sem skóla- og velferðarmálum er nánast föst útgjöld og leið og tekjur og þá sérstaklega einskiptistekjur eins og til dæmis byggingaréttargjöld geta lækkað snarlega. Svo stutt var það. Nú mælendaskrá er opinn ef það eru fleiri sem vilja taka til máls. Rúnar Bragi Guðlaugsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að vilja forseta að lesa hér upp bókun VF og D-lista undir þessu máli. Rekstur Mosfellsbæjar gekk vel á árinu 2018. Rekstrarniðurstaðan er jákvæð um 812 milljónir sem er 500 milljóna betri afkoma en ráð var gert fyrir í fjárhagsáætlun ársins. Það skýrist af auknum tekjum vegna hærri launatekna íbúa, meiri umsvifa í sveitarfélaginu og lægri fjármagnskostnaðar en ráð var gert fyrir. Skuldaviðmið fer lækkandi og er 77,6% og því vel innan þess 150% hámarks sem kveður á í lögum. Skuldastaða sveitarfélagsins er traust og í takti við þá uppbyggingu sem átt hefur sér stað á undanförnum árum. Sú uppbygging er til samræmis við markmið sveitarfélagsins framúrskarandi þjónustu við alla aldurshópa leið og þörfum íbúa er mætt. Íbúum í Mosfellsbæ hefur fjölgað 1100 2 ár í röð og öflugur rekstur og sterk fjárhagsstaða auðveldar samfélaginu að taka fyrirgefið vel á móti nýjum íbúum og tryggja öllum íbúum framúrskarandi þjónustu. Áfram verður unnið að og uppbygging innviða í Mosfellsbæ en stærstu verkefnum sem sveitarfélagið hefur með höndum nú er bygging Helgafellsskóla, fjölnota knatthús,
sem tekið verður í notkun í haust. Rekstur málaflokka gekk vel og í ágætu samræmi við fjárhagsáætlun, en rekstrargjöld án afskrifta og fjármagnsliðar námu 8.168 milljónum, en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir að verja 8.226 milljónum til reksturs málaflokka. Hér frávikið 58 milljónir sem 0,7% undir fjárhagsáætlun. Við viljum færa öllu starfsfólki Mosfellsbæjar sérstakar þakkir fyrir að standa vel að rekstri bæjarins á árinu 2018 og fyrir þá miklu eljusemi og ábyrgð sem sýnd hefur verið. Bæjarfulltrúinn sendir þessa bókmenntalega til ritarans. Þakka Rúnari Braga Guðlussyni fyrir þetta og mælendaskránin opin ef fleiri vilja taka til máls. Fyrirgefðu forseti, ég hélt að eru bókanir eftir atkvæðagreiðslu, en ef allir eru að leggja fram bókanir núna þá kannski það ég að gera það líka. Já, gjörðu svo vel. Það hefði alveg mátt hafa það þannig líka. Ha? Það hefði alveg mátt hafa það þannig líka. Ég hélt að þetta verði það, ég skildi ekki hvað var að gera þetta eiginlega. Forseti, ég ætla að fá að lesa bókun við ársreikningin fyrir ársreikningin fyrir árið 2018. Starfsfólk Mosfellsbæjar á þakkir skyldar fyrir að halda reksturum innan þessa ramma sem settur í stefnumörkun þess pólitíska meirihluta sem ræður ferðinni í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Rekstrarniðurstaða Mosfellsbæjar er mun betri en áætlun gerir ráð fyrir og skýrir svo niðurstaða hagfelldum ytri aðstæðum sveitarfélagsins, svo sem lægri verðbólgu sem leiðir af sér lægri vaxtagjöld, meiri sölu byggingaréttar en áætlað var, mikilli fjölgun íbúa og hækkandi tekjum þeirra sem þýðir auknar útsvarsgreiðslur í bæjarsjóð. Mikil fólksfjölgun hlýtur að kalla á aukin fjárframlög í þjónustu sveitarfélagsins, sérstaklega hvað varðar skóla og leikskóla. Þá eru ótalin uppsöfnuð viðhaldsþörf fasteigna sveitarfélagsins sem kallar á aukin útgjöld til þeirra mála. Á þessum sviðum þarf að gera betur og byggja upp til framtíðar. Ég sendi þetta svo til ritarafundar. Já, takk fyrir. Þökkum Önnu Sigríði Gunnórdóttur fyrir. Og mælendaskránin opin ennþá. Það eru fleiri sem vilja koma að einhverju. Var það rétt tekið eftir hjá mér áðan, Anna Sigríður, að þú lagðir fram tillögu? Já. Ég vil að vona að forseti hafi verið að hlusta á hvað sé... Tillögum að ábendingar endurskoðanda verði kynntar bæjarráði. Já, fyrirgefðu. Að ábendingar endurskoðanda verði kynntar bæjarráði. Þetta var nú eitthvað svipað í fyrra sýndist mér og ég tel rétt að bera þá þessa tillögu upp bara fyrst áður en við förum í ársreikningin og ef enginn hreyfir mótmælum við því og efnislega las ég hann upp hérna og þið heyrðu hana frá pontunni hérna áðan. Þeir sem að staðfesta eða samþykkja þess ábendingum endurskoðanda að þær verði kynntar í bæjarráði. Það samþykkt með 9 atkvæðum og mælendaskránin enn opin en senn líður að því að við þá göngum til atkvæða ársreikningin eins og hann liggur fyrir og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs þannig að ég leyfi mér að bera þá ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2018 eins og hann liggur hérna fyrir undir atkvæði. Þeir sem að samþykkja ársreikningin gjör svolítið gefa merki og hann staðfestur með 9 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá ætlum við að gera örstutt fundarhlé. Já, við höldum þá áfram þar sem frá var horfið og við erum búin að afgreiða fyrsta lið sem var ársreikningur Mosfellsbæjar 2018 og við erum þá komin að öðrum dagskrárlið eða síðari dagskrárliðum á þessum fundi. Það eru 17 dagskrárliðir eftir. Það eru 9 fundagerðir nefnda Mosfellsbæjar. Það eru 3 almenn erindi og svo eru það 5 fundagerðir til kynningar sem koma í restina. Og við höldum það áfram, það næst þá dagskrárliður 2, það bæjarráð Mosfellsbæjar 1393. fundur frá 29. mars síðastliðinn og þar 1 erindi á dagskrá, rekstur Hamra hjúkrunarheimilis og
ég gef orðið laust ef að vill einhver taka til máls undir þessum dagskrárlið og þessari fundagerð. Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, varðandi þetta mál, þá kom ég hérna upp daginn í annað sinn, tvisvar reyndar, til þess að árétta það að svör berast ekki frá heilbrigðisráðherra. Og í seinna skiptið fékk ég svar sem ég gat þá ekki andsvara, því að ég hafði þá komið tvisvar undir þeim lið. Og það svar var eitthvað á þá leið frá bæjarstjóra að við skulum nú ekkert vera að rugga bátnum með því að vera að tala um það að það væri í raun og veru óeðlilegt að svar bærist ekki og við ættum að nýta þau tengsl sem að væru hérna inn í bæjarstjórn til þess að ýta við svari. Þau tengsl eru hjá meirihluta. Ráðherrarnir þeirra er annars vegar fjármálaráðherrann sem heldur utan um budduna og hins vegar heilbrigðisráðherra sem er Vinstri grænn. Það er ekkert óeðlilegt að benda á það að það er ókurteis að svara ekki skeytum. Ef að eitthvað hefur breyst í millitíðinni þá verður gott að vita um það. En ég geti ímyndað mér að það væri hægt að óska eftir svari hvert sem það er. En það er ekki svar. Þannig ég ætla nú bara að kanna hvort að svar hefur borið frá því síðast. Já, þökkum Sveini Óskari fyrir og Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Já, forseti, varðandi þetta ágæta mál innan gæsalappa. Fyrsta lagi er það þannig að Mosfellsbær sagði upp samningi. Mosfellsbær sagði upp samningi við heilbrigðisráðuneytið að Mosfellsbær myndi sjá rekstur þessa tiltekna hjúkrunarheimilis. Í sjálfu sér ber ráðuneytið ekkert að svara því frekar en það vill. Það er hins vegar staðfest móttöku uppsagnarinnar, móttöku bréfsins og þá lítið nú bara svo á að þeir taki við reksturinn á 1. maí. Ég ger bara ráð fyrir því að ráðuneytið sé að undirbúa það, að taka við þessum ágæta Við munum hafa samband, eða Mosfellsbær munum hafa samband við ráðuneytið strax að loknum páskum og spyrja ráðuneytið að því hvernig það hyggist haga þeirri yfirtöku á uppsögn þessa samning, því að uppsögninni hefur ekkert verið mótmælt. Það hefur engu verið mótmælt að hálfu ráðuneytisins það að rétt hafi ekki verið á stað uppsögninni, það sé ekki heimild til að beita henni, heldur bara að hefur komið einn póstur að erindið hafi verið móttekið. Og ég held að við lítum svo á, þar af leiðandi, að ráðuneytið sé bara full að vinna því að undirbúa yfirtöku sína á þessum ágæta rekstri. Ég veit þó til þess að þeir hafa ekki haft samband við núverandi rekstraraðila það. Kannski eru verið að tala um einhvern annan, hver veit. En þetta mál er alfarið á ábyrgð ráðuneytisins. Og við hér þurfum að gæta þess að umgangast það með slíkum hætti. Og við vorum að óska eftir svörum hvað varðaði það, hvort að ráðuneytið ætlaði sér að koma frekar aðstoð við rekstur þessa hjúkrunarheimilis. Það bárust engin svör við því. Þetta er margítrekuð eftirgangsmunni. Þess vegna var samningnum sagt upp í þeirri stöðu máli nú. Já, þökkum Haraldi Sverrissyni fyrir og næst tekur til máls Lovísa Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna í pontu undir liðnum Hamra en ég ætla með leyfi forseta að fá að taka
fá að þakka starfsfólki bæjarins fyrir ársvelunin störfi ársskýrsluna þar sem að ég tjáði mig ekki undir þeim lið. Lengra verður það ekki. Varðandi Hamra, þá verð ég að taka það fram að það er afstaða mín að það er afskaplega leiðilegt að við höfum þurft að grípa til þessara aðgerða, en það er náttúrulega líka algjörlega óásættanlegt að ríkið sé ekki að uppfylla skyldur sínar gagnvart þeim Mosfellingum sem búa á þessu hjúkrunarheimili. Hérna er sjúkrastofnun að ræða og það er skylda ríkisins að reka þetta hjúkrunarheimili og algjörlega fyrir neðan allar hellur að við það sé ekki staðið. Ég hef hins vegar svolítið áhyggjur af íbúunum og þó svo að ég sé því algjörlega fylgjandi að segja upp þessum samning, þá langar mig að vita hvort að og þá hvernig við höfum staðið okkur í því að upplýsa vistmenn á þessu hjúkrunarheimili þessar viðræður, hvað er í gangi, þannig að þetta fólk þurfi ekki að óttast sinn hag ef að ríkið ætlar að draga lappirnar eins og þeir hafa verið að gera hingað til. Þannig að ég hef mjög mikið áhuga að vita hvort þetta hafi verið gert og ef ekki hvort að það standi ekki örugglega til. Takk. Já, þakkum Lovísu Jónsdóttur fyrir. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Mosfellsbær hefur verið í mjög góðu upplýsingasamstarfi og samstarfi við þann aðila sem hefur tekið þessa reka, þetta fyrir hönd okkar Mosfellsbær, það er að segja Eir. Í gegnum þá fara upplýsingar til íbúa. En ég held að við þurfum náttúrulega líka áttökur á því að málið er bara í þeirri stöðu að það getur bara vel verið að íbúar sem þarna búa muni verða fyrir óþægindum að því. Það er bara þannig. Það fólst í því að segja samningum upp með mánaðar fyrirvara. Og þannig er það og ég ger ráð fyrir því að Eir hafi með einhverjum hætti komið upplýsingum á framfæri til aðstandenda eða íbúa. Ég svo sem hef ekki sett mig sérstaklega inn í það, en það er í þeirra verkahring og því að við erum ekki frá degi til dags að reka þetta í hjúkrunarheimili, heldur höfum gert það með þeim hætti, þessum hætti. En það er bara óhjákvæmilegt að þegar svona staða kemur samningar séu ekki virtir eins og við höfum farið yfir og það sé sagt með þessum hætti að ef að þetta fer allt á vestarveg þá munu íbúar verða fyrir óþægindum. Það getur bara vel verið að það þurfi jafnvel að flytja þá til þar sem að það verður ekki neinn rekstur að ræða á þessu hjúkrunarheimili væntanlega eftir 1. maí nema ríkið sé búin að undirbúa það sem ég svo sem gerir ráð fyrir sig að gera eða er að vinna vinnuna sína. Þannig að við þurfum átt okkur á því, bæjarstjórn, að því fylgir óþægindi og því fylgir afleiðingar ef við tökum ákvarðanir sem þessar. Þakkum Haraldi Sverrissyni fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveinn Óskar Sigurðsson. Þetta þykir mér ansi ódýrt að hálfu bæjarstjóra. Staðan er bara einfaldlega þannig að það eigi bara að láta reka á reiðanum og ef að ríkið stendur sig ekki þá þarf kannski að flytja eldri borgara til hérna í bænum. Hvers vegna að huga að fara eftir? Þetta er náttúrulega tóm vitleysa. Hér er erindi sent ráðherra frá Mosfellsbæ dagsett 13. mars og örugglega ekki eina erindi sem við farið hérna eins og við vitum og það er verið að tala það að rifta þessu samningi og svo var hann rift og hvað vorum við að gera á síðasta bæjarráðsfundi en að framlengja samningin við Hamra til lok mánaðamóta til þess að hvað? Að þessi ekki laus í lofti. Og það er algjört lágmark að ráðherra svara. Og ef að þessi fulltrúar Vinstri grænna hér og Sjálfstæðisflokksins hafi ekki dugið sér að tala við sína ráðherra, þá flokkast það bara undir aumingjaskap. Ég er bara að segja það eins og er. Ég bara segi þetta vegna þess
að málið er brýnt. Og það ef að hætta þessu þannig núna á næstu misserum að það þurfi hugsanlega að flytja eldri borgara og sjúklinga á milli staða, þá þykir mér málið enn alvarlegra. Og ég tel mjög mikilvægt Mér tel mjög mikilvægt að fulltrúar hér í sveitarstjórn sem bera ábyrgð á þessum meirihluta hér leiti allra leiða til þess að þrýsta á svar. Hvers vegna? Til þess að minnka áhættuna í verkefni. Málið er bara einfaldlega þannig að við erum nokkra daga til mánaðamóta og við vitum ekkert hvert stefnir. Fyrir þakkum Svein Óskari fyrir. Ég vil nú áminna bæjarfulltrúa að gæta orða sinna í málflutningi hérna, en það hefur óskað eftir fundarhlé og við gerum örstutt fundarhlé. Við höldum þá áfram eftir þetta stutta fundarhlé og við erum ennþá að ræða annan dagskrárlið þessa fundar sem er fundargerð bæjarráðs númer 1393 frá 29. mars og við erum að ræða eina liðinn á þeirri fundargerð sem heitir rekstur Hamra hjúkrunarheimilis. Eru það fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið áður en við höldum áfram? Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ég með bókun sem ég ætla að fá að lesa upp. Hún hljóðar svo, ég var að senda ritara nýtt eintak á henni. Fulltrúi Miðflokksins harmar að ráðuneyti velferðarmála hefur ekki svarað Mosfellsbæ eftir að samningi Mosfellsbæjar við ríkið var sagt upp varðandi rekstur við hjúkrunarheimilið Hamra. Jafnframt er skorað á bæjarstjóra Mosfellsbæjar að upplýsa vistmenn stöðu málsins og skora á ráðherra að svara erindi bæjarins í tengslu við uppsögn samningsins. Þakkum Sveini Óskari fyrir. Taka til máls. Já, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að upplýsa það að hér í fundarliði var farið svona yfir þetta mál aðeins hér milli okkar bæjarfulltrúa og það rætt svona í hvaða stöðu það væri. Það væri á mjög viðkvæmum stað og það er mikilvægt að bæjarstjórnin öll standi saman það hvernig við viljum umgangast þetta mál. Bæjarstjórnin öll stóð saman það að segja upp þessum samningi við mánaðar fyrirvara, vitandi það að það hefði afleiðingar. Mér þykir miður að fulltrúi Miðflokksins hafi ekki orðið við þetta tilmæli sem ég skil að hafi verið beint að honum og öllum öðrum bæjarfulltrúum að láta ekki orð sem þessi falla á bæjarstjórnarfundi. Mér þykir það leitt og miður og ekki samfélaginu hér í Mosfellsbæ til framdráttar, allra síst þeim sem þar búa, kemur verst niður á þeim. En í ljósi að það var gert enga síður þá óska ég eftir fundarhlé. Já, það er óskað eftir fundarhlé og við gerum fundarhlé. Já, við höldum þá fundinum áfram og við erum ennþá að ræða fyrsta mál á bæjarráðsfundargerð númer 1393 frá 29. mars og ég ætla að lesa hérna upp örstutta bókun sem að hljóðar svo: fulltrúar C, S, D, VAF og L-lista í bæjarstjórn Mosfellsbæjar harma þau orð sem hafa verið látin falla í málinu. Bæjarstjórn mun halda áfram að vinna að fullri einurð að lausn málsins með hagsmuni íbúa Hamra að leiðarljósi. Og það er búið að senda þessa bókun til ritara, þannig að við höldum áfram og ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð þá... Fundarstjórn forseta. Já, gjörðu svo vel. Sveinn Óskar ræðir fundarstjórn forseta.
Forseti, varðandi bókunina að þá vil ég nú draga þau orð tilbaka, segja ákveðnir aðilar sé með einhverjum hætti aumingjar, en það breytir því ekki heldur að aðgerðaleysi lýsir gjörðum einstaklinga. Svo mörg voru þau orð og Sem var reyndar ekki fórsett, þetta er eitthvað um fundarstjórn. Var þetta? Fundarstjórn forseta. Nei, var það ekki en ágætt mál. Hérna, ég ætla þá að fá að bera fundargerð bæjarráðs undir atkvæði, þeir sem að samþykkja fundargerðina, gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og þá höldum við áfram, það eru þá eftir, þá förum við í 3. dagskrárlið sem er fundargerð bæjarráðs, númer 1394 frá 4. apríl og ég ætla að leyfa mér að stinga upp á því að við tökum það svona taktfast fyrir og förum í sem sagt röðina á, þetta eru 10 mál á dagskrá þessara fundargerðar og ég mun svona renni gegnum þetta og eina menn eftir því hvert þeir vilja taka til máls undir 1. dagskrárlið, einhver sem vil taka til máls undir 1. dagskrárlið, Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, og ég kem hér undir 1. málinu á dagskrá þessa bæjarráðsfundar. Málið snýst um að Mosfellsbær barst erindi frá Útlendingastofnun þar sem óskað var eftir afstöðu bæjarins til þess að gera samning við stofnunina um félagslega þjónustu og stuðning, þar á meðal húsnæði, fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd, meðan þessi sömu umsækjendur bíða eftir úrlausn sinna umsókna. Reykjavík, Hafnarfjörður og Reykjanesbær hafa gert slíka samninga við stofnunina en við vitum af umfjöllun fjölmiðla að það vantar fleiri íbúðir og fleiri íverustaði til að hýsa það fólk sem hingað leitar til landsins og óskar hælis. Og til að það sé alveg skýrt um hvaða hópur er verið að ræða, þá er hér um að ræða tímabundna aðstoð til að aðbúnaði þessa fólks sé með viðunandi og mannsæmandi hætti þar til niðurstaða liggur fyrir um það hvort fólkið hlýtur alþjóðlega vernd hérlendis eða er sent úr landi. Er að ræða tímabundna aðstoð. Ég tel að það sé samfélagsleg skylda okkar að sinna þessu kalli Útlendingastofnunar. Og það er vert að halda til haga að þessi samningur við Útlendingastofnun felur ekki í sér nein útgjöld úr bæjarsjóði, heldur greiðir stofnunin fyrir alla þjónustu eins og sjá má í þeim samningi við Hafnarfjarðarbæ sem fylgir með þessu máli. Ég ger mér fyllilega grein fyrir því að það að taka það verkefni að sér að þjónusta 40–50 manns er ofviða sveitarfélagi af okkar stærð. En við erum ekkert smá sveitarfélag, við erum ríflega 11.000 manns og ég tel að okkur ætti ekki að verða ofviða að gera samning um að taka við og þjónusta til dæmis 2–3 fjölskyldur, nefni það bara sem dæmi. Við höfum byggt upp þekkingu í flóttamannaverkefninu sem mikil samstæða var í bæjarstjórn og í bæjarfélaginu öllu sem við getum byggt á. Og þá vil ég benda á að í þessu sveitarfélagi sem við erum nýbúin að ræða mikinn uppgang, mikla fjölgun, þá hefur íbúðum fjölga hér geysilega, þar á meðal leiguíbúðum og svo að ég tel að lausn mætti finna á húsnæðismálunum. Áður ég held lengra þá langar mig að varpa einni spurningu til framkvæmdastjóra bæjarins og hún er svona: var rætt við Útlendingastofnun um að taka við færri aðilum, til dæmis 2–3 fjölskyldum, það er að segja færri aðilum en 40–50 manns, og ef svo var, ef rætt var við Útlendingastofnun um það, hver voru svör stofnunarinnar? Og ég er að spyrja vegna þessi bókun bæjarráðs, sem sagt, ég spyr því að bókun bæjarráðs hljóðar svona, með leyfi forseta. Samþykkt með 3 atkvæðum þeirra sem eru atkvæðisbærir í bæjarráði, að gera að svo stöddu ekki þjónustusamning við Útlendingastofnun um að tryggja þjónustu við 40–50 umsækjendur alþjóðlega vernd. Í bókuninni er gengið út frá því að fjöldinn yrði 40–50 manns, en í erindi stofnunarinnar er tekið sérstaklega fram að ekki sé útilokað að taka á móti færri í þjónustu séu skilyrði til staðar. Þannig að ég óska eftir svörum við því hvort það hafi verið rætt við Útlendingastofnun einhvers konar annars konar útfærslu eins og opnað er á í þessu bréfi sem stofnunin sendi bænum. Takk.
þökkum Önnu Sigríði fyrir og Fleiri sem vilja eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum fyrsta lið áður en að Ég bæjarstjóri vil svarar. heyra svarið sko áður Já. en ég kannski Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Það var beint spurningu til hans og hann svarar. Forseti, sko ég bara minna á það að hér erindi frá Útlendingastofnun til, ég held að sé nú bara til flestur ef ekki allar sveitarfélög á landinu, sem er forathugun á því hvort að sveitarfélög geti eða vilji taka að sér þetta verkefni eins og hér var lýst af bæjarfulltrúa hér áðan. Því var vísað til umsagnar. Þessu tiltekna yrði til framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs. Sú umsögn berst bæjarráði og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa hér niðurlag umsóknarinnar. Hún hljóðar svo: í ljósi mikillar fjölgunar íbúa í Mosfellsbæ undanfarin ár, mikillar eftirspurnar eftir leiguhúsnæði og aukinnar eftirspurnar eftir þjónustu getur undirrituð ekki mælt með því að Mosfellsbær geri að svo stöddu samning við Útlendingastofnun gerð þjónustusamning sem að tryggja þjónustu við 40-50 umsækjendur um alþjóðlega vernd. Þarna framkvæmdastjórinn að svara þeirri spurningu sem að henni var beint eða hún var beðin umsóknum. Ég svo sem hef ekkert rætt það sérstaklega við hana hvort hún var í einhverju sambandi við Útlendingastofnun við gerð þessar umsóknir. Ég nú sagt að sé ekki viss að svo hafi verið en ég get nú ekki spurt hana núna því hún er stödd í annarri heimsálfu í fríi. Mér finnst ekki það samt frekar ólíklegt að það hefur gert, enda var hún beðin umsögn þetta tiltekna erindi sem er forathugun og því raun og veru verið að svara. Málið mun örugglega halda áfram að hálfu Útlendingastofnunar. Það er að segja þegar að svör annarra sveitarfélaga liggja fyrir þessa forathugun, hvort og hver geti þá nálgast það með þessum hætti og mér þætti ekki ólíklegt að í framhaldinu kæmi einhver önnur fyrirspurn til einhverja sveitarfélaga gæti verið Mosfellsbæjar hvort það geti innt þessa þjónustu af hendi með einhverjum öðrum hætti. En ég get ekki svara spurningunni skýrar en þetta. Ég hef fyrstulega ekki spurt framkvæmdastjórann það, geta það ekki núna, eðli málsins samkvæmt, en tel það samt frekar ólíklegt að það hefði gerst vegna þess að ég held að hún hafi bara verið að vinna út frá því bréfi sem kom og veita umsögn það eins og það lá fyrir. Þökkum Haraldur Sverrissyni fyrir, Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég þakka bæjarstjóra fyrir svarið. Og okkar má sem sagt hann sýn á þetta. Ég skildi að bréfa aðeins öðruvísi að þarna er opna á þennan hinn möguleika. Ég skil það líka að bæjarstjóri get ekki gefið mér svar við þessu. Þetta er náttúrulega bara spurning sem kemur upp hér á fundinu. Ég hefði náttúrulega getað spurt hana fyrir bæjarstjórnarfundin en gerði það ekki. En þá ætla ég bara að fá að leggja fram tillögu á þessum fundi. Og hún hljóðar svona: bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að málinu verði vísað aftur til framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs með þeim fyrirmælum að rætt verði við Útlendingastofnun möguleika á að taka á móti færri aðilum í þjónustu í þeim tilgangi að fá niðurstöðu hvort skilyrði séu fyrir hendi til þess. Og þetta orðalega tekið upp úr bréfinu. Það tala skilyrði séu fyrir hendi. Þannig að ég ætla að leggja fram þessa tillögu að þessu verði vísað aftur inn til framkvæmdastjóra. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir Lovísa Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Ég er svona fundarlega þegar það búið að menn eru búin að tala sig út þetta. Já, bara örstutt. Ég vil taka undir það með bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar Önnu Sigríði að við skoðum það til hlítar hvernig við stöndum undir þessari ábyrgð því að það er mikilvægt til þess að við getum leyst úr vanda þessara stofnunar sem er gríðarlega mikill að við hjálpumst öll að. Því að við vitum það að það er þessi málsmeðferðartöf sem gerir þessi mál enn og erfiðara heldur en það þurfa að vera. Og ég tel að við ættum að geta gert betur. Við sýndum það að við erum þess fullfær þegar við tókum á móti kvótaflóttamannum. Hér er annar mjög viðkvæmur hópur og ég vona að það verði vel tekið í tillögu Önnu Sigríðar. Takk.
þakka Lovísu Jónsdóttur fyrir. Eru fleiri, það hefur beðið fundarhlé, eru fleiri sem vilja taka máls á við tökum fundarhlé? Svo ekki, þá tekum við stutt fund. Við höldum þá fundinum áfram og við vorum að ræða sem sagt fyrsta mál á dagskrá 1394. fundar sem heitir forathugun á vilja bæjaryfirvalda vegna umsækjendum alþjóðlega vernd og það var komin hérna fram tillaga. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki þá ætlum ég að bera þessa tillögu upp. Það er spurning, er ekki allir efnislega meðvitaður út á hvað hún gengur? Ok, og þeir sem sagt greiði atkvæðið með framlagðri tillögu gjörðu svo vel að gefa merki. Þeir sem eru á móti, hún er felld með 7 atkvæðum gegn 2. Það er óskað eftir fundarhléi aftur. Já, við höldum þá áfram og við vorum stödd í fyrsta máli þegar beðið var fundarhlé og Anna Sigríður Guðnadóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að lesa hérna bókun frá Samfylkingu og Viðreisn. Hún hljóðar svona. Bæjarfulltrúar Samfylkingar og Viðreisnar harma þá ákvörðun Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Vinamósesbæjar að fella framkomna tillögu frekari viðræður beiðni Útlendingastofnunar. Takk, bókunin kom til skila til ritara. Ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls undir fyrsta lið þá spyr ég hvert að einhver vil taka til máls undir öðrum lið. Ef svo er ekki þá... Hvað er hann fyrirgeðu? Það er umsókn stöðuleyfi. Þau eru allt eitt. Ef svo er ekki þá er það 3. liður. Frumvarp til laga töku gjalds vegna fiskeldis í sjó sem var beiðni umsögn. Enginn óskar eftir að taka til máls það og þá er það 4. liður. Frumvarp til laga breytingar á lögum ávana og fíkniefni. Enginn kveður sér hljóðs. Þá var það 5. dagskrárliður, færsla vatnsbóls í Mosfellsdal, veitur Mosfellsbæjar. Það kveður sér enginn hljóðs og 7. liður er umsókn launa námsleyfi. Enginn kveður sér hljóðs. 7. liður er liðurinn sem við ræddum hérna áðan rekstur hjúkrunarheimilisins Hamra er þarna aftur á dagskrá undir ákveðnum vinkli. Enginn kveður sér hljóðs og þá erum við komin í 8. lið sem hárrétt athugasemd og honum var frestað á þessum fundi og reyndar 9. lið líka sett í skólaráðum og þeir koma báðir sem 1. og 2. dagskrárliður í 1300 fundargerð bæjarráðs nr. 1395 hérna eftir. Og það er þá síðasti liður þessarar fundargerðar sem heitir þinglýsing hvaða. Einhver sem vil kveða sér hljóðs undir þeim dagskrárlið, svo er ekki. Þá ætlum ég að bera upp þessa fundargerð nr. 1394 bæjarráðs frá hvað var hún? Hún var frá 4. apríl, já. Þeir sem að staðfesta fundargerðina gjörðu svo að gefa merki. Hún er samþykkt staðfest með 9 atkvæðum. Þá förum við í næstu fundargerð sem er fundargerð bæjarráðs nr. 1395 frá 11.4. Og þar er fyrsta mál á dagskrá sem sagt Brúaland sem skólahúsnæði. Einhver sem vil taka til máls undir þeim, Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er fyrsta dagskrármál fundar 1395, Brúaland sem skólahúsnæði. Þetta er málefni sem Miðflokkurinn lagði fram og það var tillaga sem var vísað áfram til umhverfissviðs og framkvæmdastjóra umhverfissviðs og framkvæmdastjóra fræðslu- og frístundasviðs. Við bíðum svo sem eftir þeirra umsögn en
Það er hérna bókum F og D-lista að skólahúsnæði hafi starfsleyfi og það er alveg rétt. En nú svo málum vexti að þarna það nú stutt í að það starfsleyfi renni út og svo það líka halda við þarna tækjum og búnaði eins og loftræstikerfi sem hefur verið einhver bilun á en það bara eins og annað viðhald. En það líka varðandi hluti eins og loftgæði og annað slíkt hljóðvist sem að þyrfti að skoða. Það skulum þá bara hingra eftir þessari umsögn. En ég vil árétta það að eins og hefur komið fram hjá meirihlutanum að það stöðugt viðhald af fasteignum bæjarins og það þarf stöðugt að fylgjast með hvort að húsnæði uppfylli þau skilyrði sem lög og reglur kveða á hverju sinni. Þakka Sveini Óskari fyrir. Við erum í fyrsta dagskrármáli. Eru aðrir sem vilja taka til máls undir fyrsta lið þessara fundagerðar? Svo er ekki, þá förum við í annan lið sem er setta í skólaráðum grunnskóla í Mosfellsbæ. Og það er Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel. Já, það hefur verið áhald upp það að í 8. grein segir að 9 eigi að sitja í skólaráði viðkomandi skóla. Það er jafnframt getið að ráðherra getur veitt Menntamálastofnun undanþágur eða heimild til að veita undanþágur. Væntanlega nú ráðuneytið þá sem veitir undanþágu. En það komið erindi frá Menntamálaráðuneyti gegnum Menntamálastofnun sem sá sem hér stendur að skoða. En í staðinn fyrir að vísa málinu áfram til þess að fá fullnægjandi staðfestingu en allan meirihluti til að sé fullnægjandi staðfesting sem liggur fyrir að megi 2 skólastjórar sitja í skólaráði. En sá sem hér stendur enn að skoða þetta, hann ætlar að kanna þetta betur og áréttar að það sé þá einhvers konar skjal sem er staðfesting á þessu með formlegum hætti. En ég tel að tölvupósturinn þurfi svona aðeins skoðuna við sem liggur fyrir, tölvupóstur frá Menntamálastofnun, þar sem að sagt er að megi fleiri en einn skólastjóri sitja í skólaráði og ég bara að reyna að finna og leita staðfestingar á því fullnægjandi staðfestingar fyrir mitt leyti að það sé lögum samkvæmt. En þessu að vísa frá að hálfu meirihlutans en það má alltaf koma með annað mál inn aftur, þannig að ég greiddi atkvæði gegn þessu og óska eftir því að þetta mál er tekið sérstaklega til atkvæðagreiðslu hér eftir. Já, það kom Sveini Óskari fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls þennan annan dagskrárlið í þessari fundagerð? Svo er ekki. Við greiðum þá sérstaklega atkvæði þennan lið á eftir. Hvað? Þá frávísunartillöguna? Já, afgreiðslu þessa liðar, ég skilði það þannig, eins og hann var í bæjarráði. Það var bara, já, að greiða sérstaklega atkvæði hann. Við gerum það í restina. Er einhver sem vil ræða þriðja dagskrárlið þessara fundagerðar sem er í 13 liðum, ársreikningur Hitaveitu, Mosfellsbæjar. Svo er ekki, þá förum við í 4. Það er samningur barnavernd. Enginn sem kveður sig hljóðs 5. Samningur félagsþjónustu við fatlað fólk. Það er enginn sem kveður sig hljóðs þá erum við komin í 7. lið. Það er umsókn deiliskilverðsbreytingu í Þverholti. Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. 7. dagskrárliður þessara fundagerðar. Já, forseti, þetta mál varðaði kvaðir og breytingar á þeim málum til að meðal annars að tryggja að það eru þarna ákveðin fjöldi íbúðar til leigu fyrir markaðinn og eftir breytingar í meðförum málsins að þá endaði það með því í þessum dagskrárlið að fulltrúi Miðflokksins greiddi atkvæði með framgangi málsins ásamt meirihluta, þannig að við sáum að þarna hafi orðið breytinga og ekki fækkun á íbúðum í meðförum málsins heldur haldið við sama fjölda.
Þökkum Sveini Óskari fyrir, fleiri sem Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp til máli nr. 6 í fundargerð 1395 fyrir á 21, 23, 25 til 27 umsókn deiliskipulagsbreytingu. Ég vil byrja á því að lýsa ánægju minni með það að það skyldi nást samningar við Byggingafélagið Bakka þessa breytingu sem að nú liggur fyrir samningur um. Þetta mál byrjaði hér rétt fyrir kosningar 2018 þegar kom fyrsta erindi inn til bæjaryfirvalda breytingu á kvöðum á lóð nr. 21-23 þar sem átti að vera leiguíbúðir á almennum markaði og þar óskuðu lóðahafar eftir því að þær íbúðir eða þeim kvöðum eru aflétt af þeirri byggingu og kvaðir settar á í staðinn á byggingar sem átti að byggja þarna fyrir aftan nr. 25 til 27. Og þeirra hugmynd var þá að fjölga íbúðum úr 12 í 24 og þá yrði þarna til leigu litlar íbúðir sem að markaðurinn var að kalla meira á og myndi henta kannski betur í okkar samfélagi miðað við það sem að samningi sem var gerður þarna 2015. Það var farið í það að skoða hvort að þetta væri hægt og það voru settar mun meiri íþyngjandi kvaðir á nr. 25 til 27 í þverholtinu sem að fyrst og fremst lutu að því að ef þessi deiliskipulagsbreyting átti fram að ganga þá myndi vera miðað við ódýrt leiguhúsnæði í þessum 24 íbúðum sem að urðu síðan reyndar 30 í þessum samningi og það verða 6 áfram á almennum markaði í upphaflegu byggingunni sem að gerði það verkum að þetta eru áfram 30 íbúðir. Þarna verða þessi 24 íbúðir sem að verða leigðar á sambærilegum kjörum og til dæmis eins og Félagsstofnun stúdent og annað og þær eru litlar frá, það er ekki alveg komið að reynd, getur orðið frá kannski kringum 30 fermetra og upp í 50 og ég tel að þetta sé mjög hagfellt og gott fyrir bæinn og það vantar sannarlega þessar stærðir af íbúðum innan í okkar samfélag og ég tel að það sé fagnaðarefni að bæjaryfirvöld skyldu ná samningum við Byggingafélagið Bakka vegna þess að ég var kannski ekki alltof bjartsýnn á það vegna þess að þetta voru verulega íþyngjandi kvaðir sem voru settar miðað við það að þessi breyting átti að ná fram að ganga. Ég fagna því líka að þetta var samþykkt einróma í bæjarráði og það er athyglisvert að mínu mati að þetta skyldi hafa verið samþykkt einróma þar vegna þess að þessi umræða sem fór hérna fram þegar að málið kom fram í vetur, bæði bæjarráði, bæjarstjórn og fór inn í nefndir. Hún var mjög hörð, hún var mjög óvægin og það voru mjög þung orð látin falla. Það sem hafa verið í að því að það væri verið að hygla fyrirtækjum og þetta væri einhver klíkuskapur. En sem betur fyrir að þá virðist við vera búin að ná saman það núna í þessu máli að þarna var bara á ferðinni eitthvað sem myndi mögulega þjóna hagsmunum Mosfellsbæjar betur og það er akkurat það sem þetta snerist Við vorum með samning, þessi samningur hagfelldari fyrir bæinn og það er akkurat þannig sem að við eigum að vinna, við erum að vinna fyrir hagsmunir Mosfellsbæjar og fyrir hagsmunir Mosfellinga og við höfum ekki verið hrædd að gera breytingar ef við teljum að það sé gott fyrir þessa aðila. Takk fyrir. Þökkum Ásgeiri Sveinsyni fyrir. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp með þetta sama máli, ég man ekki núna hvað Númer 6. Númer 6. Og það er þessi nýji samningur við húsnæðisfélagið Bakka eða Byggingafélagið Bakka, já. Þetta mál er mér dálítið skylt því að ef ég mig leyfist að fara aðeins aftur í tímann að þá á síðasta kjörtímabili þá sat ég í nefnd, 3 manna nefnd bæjarfulltrúa
þar sat ég ásamt fulltrúa Vinstri grænna, Bjarka Bjarnasyni og svo framkvæmdastjóra bæjarins, oddvita Sjálfstæðismanna, Haraldi Sverrissyni, og við vorum að halda áfram verkefni sem hafi verið samþykkt að fara í, og það var að finna fýsilega lóð til þess að reisa á leiguíbúðir til þess að efla leigumarkað í Mosfellsbæ. Það má kannski segja eftir á að hyggja að við höfum verið aðeins svo fljóta á okkur og hefðum við verið aðeins seinna ferðin þá höfum við kannski getað farið í einhvers konar samstarfi Bjarg en látum til dæmis, en látum það liggja milli hluta. Þarna var gert samkomulag, þetta fór þetta verkefni fór í útboð, það voru náttúrulega eins og hér hefur komið fram íþyngjandi kvaðir sem fylgdu byggingu húsa á þessari lóð sem var ákveðin að reisa á horninu á Þverholti og Skeiðholti. Verkefni var úthlutað til fyrirtæki sem gafst upp, ég man ekki hvort það var gjaldþrot en það gafst upp allavega, þannig að annað fyrirtæki gekk inn í þennan samning og auðvitað voru þetta íþyngjandi kvaðir en menn fóru inn í það með bæði augu opin. Bara svo að því sé haldið til haga. Það var engin neyddur til þess að ganga til samninga við bæinn þetta. En það sem gerist svo er það virðist vera þannig að fyrirtæki sem umræðir treysti sér ekki til þess að eiginlega ljúka þessu verkefni eins og upphaflega var farið af stað með og þá fara af stað viðræður. Og ég ætla ekki að fara að rekja þær, þetta veit ég náttúrulega, hef ég bara komið að hluta því eðli máls samkvæmt. En loka niðurstaðan svo að það verða 30 leiguíbúðir eins og upphaflega stóð til í stóra húsinu sem líklega númer 25-7 held ég. Og í nýju byggingunum, sem sagt númer 21-3, eða er ég að fara öfugt með númerinn? Það gefur mér engin merki hérna. Þá tæli bara stóra húsi og litlu húsi. Já, að það verða sem sé... Framhús og bakhús. Já, framhús og bakhús, segjum það. Að í þessu bakhúsi verða 24 íbúðir og 6 í framhúsinu. Þessar 6 íbúðir verða bara almennu leigumarkaði eins og upphaflega var áætlað og það náttúrulega verður bara markaðsverð sem ræður leigunni. Þeir fá ekkert hærri leigu en markaðurinn er viljugur til þess að borga og annars verða þá bara íbúðirnar tómar. En í bakhúsinu verða þessar 24 minni íbúðir og það hefur tekist að komast að samkomulagi það sem eins og formaður skipulagsnefndar og bæjarráðs nefndi hér í pontu áðan að hann var ekki mjög vongóður að tækist að það tókst að semja það að það yrðu kvaðir á þessum litlu íbúðum leiguverð sem væri á svipuðu róli og námsmenn borga hjá Félagsstofnun stúdenta. Það er náttúrulega hvað á ég að segja, það er náttúrulega stór kostur við þessa breytingu að þetta samkomulag tekst. Og ég vona svo sannarlega að þessar kvaðir haldi og ég vona svo sannarlega að það verði ekki aftur fundahöld vegna þess að fyrirtækið treysti sér ekki til að standa við gerða samninga. En hvort þetta er betra fyrir Mosfellsbæ, ég ætla ekki að kveða upp úr það endilega. Þetta er allavega þetta mál hefði geta endað verri hátt, gæti ég ímynda mér. Þannig að þó að það hafa orðið þessar vendingar í málinu og breytingar að þá virðist loka niðurstaðan ætla að verða svo að við erum með sama fjölda íbúðum, við erum með stóran hluta af þeim með kvöð að leigja á nokkurs konar, hvað heitir þetta, óhagnaðardrifið, hvað heitir þetta, já, á þann hátt og ég bara fagna því og eins og ég segi, ég vona bara að það verði ekki fleiri fundahöld þar sem að verða óska eftir enn frekari breytingum aftur. Takk. Þakkum Önnu Sigríði. Þeir eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið, 7. dagskrárlið.
Svo ekki, þá erum við komin í 7. sem að var frestað og næstur þá 8. það er Varmárskóli Ytra-Byrði endurbætur, einhver sem við taka til máls undir þeim dagskrárlið, Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti. Hér kem ég undir liðnum númer 8, Varmárskóli Ytra-Byrði og endurbætur. Á þessum fundi hafði þeim sem hér stendur ekki borist skýrslur verkfræðistofunnar Verksýnar, lá ekki fyrir fundinum 2 skýrslur frá verkfræðistofunnar Verksýn, en aðeins gögn varðandi útboð verkefnis sem eru trúnaðarmál. Og ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa bókun mína á þessum fundi. Hún hljóðar svo: Fulltrúi Miðflokksins greiðir atkvæði með þessu máli, enda þolir það enga bið. Fyrir fundi þessu lá ekki fyrir úttektarskýrsla Verksýnar og hefur sú skýrsla ekki fengið umræðu í bæjarráði eða í bæjarstjórn, í ljósi annarra mála tengdum Varmárskóla. Nauðsynlegt er að kynna þessa skýrslu fyrir bæjarfulltrúum hið fyrsta og önnur skjöl eftir því sem við á og eðli máls samkvæmt. Rétt er að hún sé einnig tekin fyrir í skólaráði Varmárskóla og kynnt þar í ljósi hlutverks skólaráð lögum samkvæmt. Ríkir trúnaður efni máls er kynning auðsótt, enda fulltrúabundinn trúnaði í einstökum málum sé þess óskað. Svo kom að daginn að þetta var ekki ein skýrsla, þetta 2. Það er ein fyrir eldri deild og ein fyrir yngri deild. Í umræðum þetta mál, meðal annars í fundarhléi og á fundinu sjálfum, kom í ljós að það voru aðrar skýrslur sem að töfðust í birtingu og umfjöllun sem við höfum þegar farið yfir. Það er svokölluð Eflu-skýrsla. Sjónskoðun Eflu á sínum tíma. Á fundinu kom fram að fulltrúalista Viðreisnar hafi fengið afhenta þá skýrslu fyrir kosningar á síðasta ári. Og mig minnir að hér hafi fulltrúi Viðreisnar komið upp í pontu og sagt að bæjarstjórn hafi stungið þeirri skoðunarskýrslu Eflu undir stól. Ég sé ekki betur að Viðreisn hafi stungið henni sjálf undir stól. En það ber að átta sig á einu í þessu efni. Að annað skýrsluformið eða skýrslan, önnur skýrslan, þá er við að hálfu Eflu var unnin varðandi innanhúsmál og hugmyndir að hugsanlega væri einhvers konar örveruvöxtur í húsnæðinu. Skýrslur 2 hjá Verksýn varða Ytra-Byrði bæði yngri deildarhúsnæðisins og eldri deildarhúsnæðisins. En eins og við vitum að það er Ytra-Byrði sem heldur vatni og vindum frá innra-byrði húsnæðisins, augljóslega. Þannig að þetta spila hvort tveggja saman. En mér þykir það miður að hafa verið hérna í bæjarstjórn með Viðreisn og fengið að heyra það að Viðreisn hafi legið á þessari skýrslu innan sinna vébanda allan þennan tíma frá kosningu. Það er bara mjög miður. Og ég átta mig ekki á því að allt svo umræða sem hefur verið þá skýrslu og tillögur Viðreisnar hafi ekki einmitt miðað að því að svo skýrsla hafi bara verið undir í þeirra höndum allan tíma. Þannig að ég vil bara koma þakklæti fyrir það að nú er ég með alla skýrsluna undir höndum, loksins. Ég fékk það frá fulltrúa framkvæmdastjóra umhverfisins og þakka þeim starfsmanni þau heilindi og alvöru vinnubrögð sem þar er í gangi og hef fengið þessa skýrslu í hendur, alla skýrslur, loksins.
og vil bara fagna því að nú á að fara að bretta upp ermarnar varðandi þetta húsnæði og fara að hendast í það núna að gera við þetta sem fyrst. Vegna þess að ytra byrðið grunnurinn að því að innra byrðið haldi gæðum sínum og húsið haldi vatni. Takk fyrir. Takk Sveinn Óskar fyrir. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, það var síðasti ræðumar upplýst í það hér í pontu að hann væri kominn með í hendurnar þessa skýrslu verksýnar. Þá telst mér til að ég sem fulltrúi Samfylkingarinnar sé eini kjörni fulltrúinn í þessari bæjarstjórn sem hef hvorki séð, ég hef reyndar heyrt af henni, en ég hef ekki séð þessa skýrslu en ég geta lesið mig til í henni, þannig að ég ætla nú bara að ná það samlega sem að fara fram á það að það verði bara lokað hringnum og Samfylkingin fái þessa skýrslu líka. Nú ef þetta eitthvað misskilningur hjá fulltrúa Miðflokksins að þá ætla ég samt að fara fram á það að fá þessa skýrslu og sé hún trúnaðarmál, þá náttúrulega eru kjörnir fulltrúar bundnir trúnaði það sem að, hvað ég að segja, á ekki að ræða opinberu vettvangi, en mér finnst eðlilegt þegar hvað eru mörg framboð hérna í þessu bæ, eru við ekki 6 framboð? Er það ekki rétt hjá mér? Já. Mér finnst ekki eðlilegt að fulltrúar 3 séu, sem sagt, fulltrúar 3 framboða séu með skýrslu í höndunum en fulltrúar hinna 3 ekki. Þannig ég ætla bara að óska eftir því að þess verði gert að við fáum að sjá þessa skýrslu og svo ætla ég ekki að tjá mig meira hana því eins og ég hef búin að segja, það hef ég ekki séð hana og ég veit ekki hvað henni stendur. Þakkum Önnu Sigríður Guðnadóttir fyrir og næst tekur til máls Lovísa Jónsdóttir. Bæjarfulltrúar. Ég þarf að leiðrétta hér það sem að virðist vera, ég veit ekki í hvað tilgangi sett fram með þeim hætti sem hér var gert, það hefði verið einfalt mál að spyrja. Ég ætla að byrja á því að upplýsa að sá fulltrúi Viðreisnar sem hér stendur í dag hefur ekki einu sinni séð sjálf þessa skýrslu verksýnar vegna þess að fulltrúi okkar í fræðslunefnd barst sú skýrsla eftir upplýsingabeiðni þann 20. mars 2019 og það mega bara allir sem þann póst vilja sjá fá afrit af honum, hann ekkert leyndarmál, hann hér. Upplýsingabeiðni var send 10. mars 2019 og henni svarar viðeigandi starfsmaður umhverfissviðs Mosbæjar þann 20. mars þar sem að viðkomandi upplýsir þessa skýrslu og það fyrsta sem að við fáum að vita af henni. Það má síðan kannski nefna það að þeim fulltrúa Viðreisnar sem hér stendur þykir það nokkuð undarlegt eftir að hafa sjálf sent 2 upplýsingabeiðnir til umhverfissviðs og beðið óskað eftir afriti af öllum verkfræðiskýrslum sem til væri varðandi skóla að ég hafi ekki fengið þessa skýrslu inn í því svari. Það svo annað mál. En vegna þess að hér var því haldið fram í ræðustól að Viðreisn hefði legið á þessari ákveðnu skýrslu verksýnar frá í fyrir kosningar, þá það bara einfaldlega rangt og ósatt. Og hver sá sem vill fá afrit af þeim tölvupósti getur bara snúið sér til mín. Það sjálfsagt mál, það öll saga. Takk fyrir. Já, þakkum Lovísu Jónsdóttir fyrir. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Forseti, aðeins þessi stóru skýrslumál. Það ákveðin ómöguleiki því að fulltrúar Viðreisnar hefði getað fengið úttekt verksýnar fyrir kosningar síðastliðin að sú úttekt hafi ekki átt sér stað þá. Þannig að það hefði ekki verið hægt að afhenda neina úttekt sem ekki var búið að gera. En eitt held ég að sé svolítið misskilningur og verður nú ágætlega örugglega tækifæri til að fara yfir á næsta bæjarráðsfundi þar sem að framkvæmdastjóri umhverfisins mun fara yfir þessa úttekt verksýnar að það venjubundið að það sé gerð úttekt á húsnæði bæjarins til undirbúnings ákvarðanatöku, til undirbúnings því að stilla upp tillögum
fjárveitingum, viðhaldsmál, stofnana bæjarins eða húsnæðis bæjarins aðdraganda fjárhagsáætlunar og til þess að starfsmenn Eignasjóðs og umhverfisins hafi á hverjum tíma upplýsingar og vinnugögn það hvernig þeir eigi að haga sinni vinnu. Þetta vinnugagn sem að umhverfissvið, að starfsmenn umhverfissvið láta gera. Breytingin frá því nú og áður sú að vegna mikilla umsvifa hjá bænum og mikilla verkefna hjá umhverfissviði þá fengur utanaðkomandi aðilar til að aðstoða sig við þessa vinnu. Hingað til, og það verður örugglega gert framvegis áfram, verða það starfsmenn umhverfissvið, hafa verið starfsmenn umhverfissvið sem hafa unnið að úttekt á húsnæði bæjarins. Og það er sífella, það er gert á hverju ári. Í þessu tilfelli var það gert með þessum hætti að fengið var verkfræðistofa til aðstoða við það vegna þess að það var að ræða bara of mikið umleikir og mikið verkefnum vegna stöðu annarra mála hjá bænum. Það þarf líka upplýsum þá leiðrétta að þetta er ekkert ein skýrsla, eða þetta er ekki tvær skýrslur, þetta er ein skýrsla eða ein úttekt. Og úttektin er ekkert eldri deild varmaskóla eða yngri deild varmaskóla, hún allt húsnæði bæjarins. Hverju sem það nú nefnir. Og yfir það verður farið í bæjarráði. Hingað til, eðli málsins samkvæmt, hefur þetta ekki verið gagn sem hefur verið birt neins staðar. Þetta er innra vinnugagn. Vinnugagn fyrir starfsmenn umhverfissviðs og Eignasjóðs til þess að leggja fram og búa til tillögur að því hvernig viðhaldsáætlun viðkomandi byggingar er gerð og hvað eigi að eyða í viðhaldi hverjum tíma. Og það síðan bæjarráðs og bæjarstjórnar taka afstöðu til þess. Það er sjálfsagt mál að bæjarfulltrúar geti fengið aðgang að þessum upplýsingum. Það verður farið yfir þetta á bæjarráðsfundi og það er líka sjálfsagt mál að bæjarfulltrúar geti komið hér á umhverfissvið og fengið að skoða þessi gögn í heild sinni eins og þeir vilja. En ég bið fólk að umgangast þetta með þeim hætti að þetta er búið til á þessum ástæðum og að í þessu eru upplýsingar sem að snerta samkeppnishæfni bæjarins varðandi til dæmis kostnaðaráætlun eða áætlaðan kostnað við viðgerðir á þessu og hinu. Þetta er líka örugglega viðkvæmt milli stofnana og slíkt, hvað á að gera fyrst og hvað í öðru lagi og svo í þriðja lagi. Í þessu felst engin forgangsröðun, það er engin forgangsröðun gerð í svona úttektir, bara sagt, ef að húsið á að vera svo nýtt, þá þarf að gera þetta. Og að þeirra mati. Og í þessu tilfelli fékkst aðstoð verkfræðistofunnar verksýnar við það verkefni. Það er enginn að halda neinu leyndu, það er ekkert verið að laumi pokast með eitt né neitt. Það snýst ekkert um það. Fólki hér í þessu húsi er bara að reyna að vinna vinnuna sína. Og reyna að gera það á sem bestan hátt. Og undirbúa ákvarðanatöku eða tillögugerð til bæjarstjórnar og bæjarráðs á sem bestan hátt og hafa til þess sem bestar upplýsingar. Ég bið ykkur að það var ágætlega farið yfir það í fundarlífi hérna á bæjarráðsfundi síðast, þar sem að embættismenn tjáðu sig aðeins um það, hvernig þau upplifðu sína vinnu, undir hvað aðstæðurnar væru. Og ef að málflutningurinn ætti að vera með þessum hætti, þá verður þið bara hægt að gera svona skriflegar úttektir, heldur ekki hafa þetta bara í höfðinu á sér. En svo sem er kannski ekki endilega að fara að ræða það eitthvað frekar. En það er ekkert óeðlilegt við þetta, það er ekkert verið að fela nokkurn skapaðan hlut, bæjarfulltrúar geta fengið þessar aðgang að þessum upplýsingum hvenær sem þeir vilja. Þetta er svona þykkur bunki. Vegna þess að ég gerði einu sinni til að lesa þetta, en gafst nú upp eftir nokkrar blaðsíður. En þannig er þetta. Og förum yfir til bæjarráði, við getum upplýst um þetta þar, eða vist farið yfir þetta þar, en þetta er ekki gagn sem að er opinbert gagn þeim skilningi að eiga setjun á
inn á vef eða annars slíkt í þessu eru upplýsingar sem er ekki gott fyrir bæinn eða eðlilegt að séu hérna settar sem slíkar, ekki frekar en við setjum kostnaðaráætlanir útboð okkar á netið, sko. Við gerum það ekki. Ákveðnum ástæðum sem allir skilja, til að mynda. Þakkum Haraldi Sverrissyni fyrir. Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, í fyrsta lagi varðandi það sem ég sagði hérna í ræðu minni fyrir undir þessum dagskrárlið, þá vil ég árétta það að það virðist vera misskilningur uppi hjá Viðreisn, fulltrúa Viðreisnar. Ég nefndi 2 úttektir. Það var Efla varðandi innra byrðið og svo verksýn varðandi ytra byrðið. Það getur verið vel rétt að það hefur verið afhent nýlega þessi verksýnaskýrsla. En þegar var rætt af hálfu Viðreisnar að stinga undir stól, þá var að ræða Efluskýrsluna frá 2017. Og ég er bara með staðfestu upp á það að fulltrúi og frambjóðandi og núverandi aðalmaður þeirra, Viðreisnar, í fræðslunni, fékk afrit af þeirri skýrslu á undan fulltrúum og bæjarstjórn. Og þetta var skýrslan sem var að tala hérna nánast í lunga á haustun og veturinn. Og Viðreisn sjálf sagði að bærinn hafi stungið Efluskýrsluna undir stólinn, var með hana greinilega undir sínum eigin stól. Þannig að ég vil nú bara árétta þetta og það er bara einfaldlega þannig að mér finnst mjög óeðlilegt að svona sé þessu háttað. Og mér finnst eðlilegt að allir fái aðgang að því sem eru rétt kjörnir hérna í bæjarstjórn. Og mér finnst líka rétt að við erum ekki að tala útboðsgögn sem eru trúnaðarmál og eru bara fjárhagsleg mál. Það þyrfti helst að búa til einhvers konar samantekt fyrir foreldrasamfélagið. Foreldrasamfélagið, sérstaklega varðar skólahúsnæði. Því að foreldrasamfélagið, það er bara í lögum og reglugerð til dæmis skólaráð að húsnæði þar og þarf að vera ekki heilsuspillandi og svo framvegis, en ég er nú ekki að segja að svo sé, en það er bara þeirra hlutverk að gæta, lampanna í þessu. Og ég er bara að segja það að ég er alveg á því sem að bæjarstjóri er að segja varðandi það að það eru viðkvæm gögn hérna varðandi bara upplýsingar, en þá er kannski hugsanlega hægt að biðja þá ráðgjafann að taka samantekt sem yrði svona handout í þessu, fyrir ekki að ég sletti forseti, svona hagnýtt gagn til upplýsingaveitu til foreldra. Og ef að þetta er þá trúnaðarmál áfram, þá er þetta að askja þess að þeir farið á undir þau lög sem þetta starfa eins og skólaráða og haldi trúnað ef að einhverja viðkvæmur upplýsingar að ræða. En ég vil árétta það að gagnsæi er alltaf talað á tyllidögum. En við verðum að fylgja því eftir. Foreldrar er skynsamt fólk. Það er alltaf þannig, bæði með okkur sjálf hérna, að við misskiljum hluti og erum með rangtúlkanir, en þá kemst umræðan og niðurstaðan fæst. En ég þarf ekki að fá orðin frá bæjarstjórnum það að maður er að gæta sín á hinn og þessu. Við erum ekki að tala þessar hluti sem hann er að tala að eigi að halda leyndu. Við erum bara að tala upplýsingaflæði til foreldra ástand á húsnæði sem börnin þeirra eru í. Og þetta er sko skattfé sem við erum að nota. Við erum að nota útsvarspeninga þessar fólks til að borga fyrir þessa skýrslu. Og það er bara sjálfsagt mál að minnstu kosti útdráttur úr skýrslunum verður sent niður í skólaráð og fjallað það þar bara opið. Foreldrar skynja það ef er nönt fé og svona og það er að forgangsráða og svo framvegis. Fólk skilur það. Það er sjálft að eiga við þetta var sín húsnæði. Þannig að ég tel að við þurfum að auka gagnsæi og ég held að Viðreisn mætti gera það líka. Þakka Sveini Óskari fyrir. Eru fleiri sem vilja Lovísa Jónsdóttir gjörðu svo vel?
Ég þarf augljóslega að biðja aftur málið því að það var bara aftur snúið og komið aftur með nýjar rangfærslur. Ég hallaði mig nú hérna sessunaut mínum bæjarfulltrúa Önnu Sigríði Guðnadóttur úr Samfylkingunni til þess að spyrja hvort ég væri ekki að muna rétt eftir hennar minni líka. En sko, við vorum hér á fundi, 4 bæjarfulltrúar, þar sem að ég sá í fyrsta skipti þessa fyrri efluskýrslu frá 2017 þegar við vorum sett inn í fundargátt eftir kosningar. Og allavega Anna Sigríður Guðnadóttir vel eftir viðbrögðum mínum að sjá þessa skýrslu þá fyrst eftir að hafa óskað eftir henni fyrir kosningar. Þannig að hér enn og aftur verið að fara með rangt mál að Viðreisn sé búið að liggja á þessari skýrslu einu með öðrum hætti. Við fengum aðgang að henni á nákvæmlega sama tíma og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hjá Miðflokknum og að fulltrúi okkar í fræðslunefnd hafi fengið þessa skýrslu einhvern tíma fyrr. Það er líka alrangt og það veit ég fyrir víst sem hér stend því að ég afhendi henni skýrsluna persónulega. Þannig að ég veit að hún var ekki búin að sjá hana. Þannig að hafa það eftir einhverjum ónefndum leiðum úr bæ ég veit ekki, ég ætla ekki að fara með kveða fastara orði en þetta, en hér er verið að fara með rangt mál, það leiðréttist hér með Viðreisn fékk þessa skýrslu Eflu á sama tíma og aðrir bæjarfulltrúar sem sitja hér í minnihluta. Takk fyrir. Já, þakkum Lóðsí Jónsdóttur fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið? Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, mig langar bara aðeins að benda bæjarfulltrúum á varðandi málefni sem varðandi skólan okkar, hvort sem það er varmaskóli eða að þeir eru skólar. Við erum að tala um ytrabyrði varmaskóla og er bara með smá ábendingu þess efnis að því að hér er talað um foreldrasamfélagið og skólana og þarna sé að vera að koma upplýsingar til foreldra sem er gott og vel. En þá vil ég líka benda á, sem er mjög mikilvægt í öllum þessum málum varðandi skólan okkar, að þar eru skólastjórar og þeir stjórna skólanum og það eru skólaráð. Þar er koma saman margir fulltrúar sem ræða málin. Það þarf ekki alltaf að koma með hvert einasta mál inn á borð bæjarstjórnar af því að það eru skólastjórar sem að stjórna skólanum. Þeir eru svo sannarlega til viðtals við alla foreldra. Við erum ekki sérstakir upplýsingafulltrúar þannig séð, þó okkur finnst gaman að gefa upplýsingar og tala við fólk og annað slíkt, en við erum með stjórnendur stofnana og við verðum að leyfa þeim að vera stjórnendur stofnanana. Og það er mjög mikilvægt að nýta allar leiðir, fara réttu leiðirnar áður en að málin þurfa að koma hérna inn á borð bæjarstjórnar. Þetta var svona ábending í þessari umræðu og varðandi einhverja skýrslur og ekki skýrslur, þetta er að verða endalausar skýrslur í felum sem að ég botna ekkert í, en er ekki í felum. Þær eru ekki í felum, þær eru það alls ekki. Þetta eru vinnuplögg sem allt í einu eiga heita einhverja skýrslur undir stólum sem að ég bara, ég ætla ekki að ræða frekar, en ég bara bendi á að bara svo við séum allir séum með það á hreinu, að við verðum líka að fara réttu boðleiðirnar, réttu samskiptaleiðirnar við réttu aðilana. Ekki gleyma þeim í þessari leið. Leyfum þeim líka að stjórna sínum skólum og gefa svör. Ég held að það sé mikilvægt. Takk forseti. Já, þakkum Kolbrúnu Þorsteinsdóttur fyrir. Nú fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þannig að þá segjum við umræðum lokið þennan 8. dagskrárlið þessara fundagerðar. 9., 10., 11., 12. og 13. dagskrárlið þessara fundagerðar var frestað. Þannig að við þurfum vantilega ekki að ræða það mikið, en við förum aftur tilbaka og það var beðið sérstaka atkvæðagreiðslu lið 2 í þessari fundagerð sem sagt hljómar svona samþykkt með 2 atkvæðum að vísa erindinu frá. Og ég ætla þá bara að leyfa mér að bera þennan dagskrárlið upp sérstaklega. Þeir sem að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs í þessum dagskrárlið gerðu svolítið gefa merki. Má ég aðeins spyrja, seta í skóla? Það er annar dagskrárliður þessarar fundagerðar sem heitir seta í skóla. Vísa frá. Og það eru 7 atkvæði og 2 sitja hjá. Nei. Fyrirgefðu, einhver á
þeir sem samþykja. Já. Bæjarráðið? Já. En forsetinn? Já, fyrirgefðu, glemdi mér sjálfum. Já. Það eru 8 atkvæði, einhver á móti, 1 á móti. Þessi afgreiðsla er staðfest með 8 atkvæðum gegn 1 atkvæði fulltrúa M-lista. Og þá ber ég fundagerð þessa fundar bæjarráðs, númer 1395, upp í heild sinni eins og einstök erindi ber með sér og þeir sem staðfesta hana, það eru 9 atkvæði. Takk fyrir það. Þá erum við komin að 5. dagskrárlið þessa fundar sem er fræðslunefnd Mosfellsbæjar frá 360. og annar fundur frá 10. apríl síðastliðnum og það eru 4 mál á dagskrá þessarar fundagerðar og ég gef þá orðið laust undir 1. dagskrárlið sem eru tölulegar upplýsingar á fræðslusviði 2018-2019 ef einhver vill taka til máls undir þeim lið. Ef svo er ekki þá er það annar liður sem er yfirlit yfir skólavistun vorið 2019 sem var lagt fram til kynningar á þessum fundi. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Við erum kortur eftir að tímanum. Já. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar bara að koma undir máli númer, það var ekki 3? 2. 2 leikskólainnritunina. Yfirlit skóla, veist það ekki? Jú. Skólavistun. Skólavistun, ég nefnilega þurfti að opna það hérna aftur. Já, ég ætla bara að tala almennt það að bara segja frá því að það sem þarna kom fram á þessum fundi að þetta er náttúrulega, þetta er mál númer 2, yfirlit yfir leikskólavistun. Akkurat hérna, afsakið, hún lokaðist tölvan bara. Þarna er verið að tala úthlutun leikskólaplássa fyrir 2019 og mér langar bara að segja frá því að það gengur vel að innrita börn. Við erum langt komin með að innrita öll, eins og það kemur fram að börn fædd 2017. Þannig kemur fram að það sé langt komið og væntanlega lokið fyrir páska að innrita öll börn leikskóla Mosfellsbæjar sem eru fædd 2017 og þegar byrjaði að úthluta fyrir börn fædd 2018. Þannig að mér langar bara að segja, það er allt kapp lagt á að koma öllum börnum inn í öll þau úrræði sem við mögulega höfum, hvort sem það eru dagmæður, ungbarnadeildir, leikskólar sem við gerum samning við hjá Reykjavík, Fossakot og Korpukot og síðan inn á ungbarnadeildirnar hjá okkur og almenna leikskóla. Þannig að það er svona það sem ég vildi bara taka fram að við við leggjum allt kapp á það að koma þessum börnum inn. En við stöndum á smá krossgötum eins og kannski komið fram áður. Við erum að hreyfa dálítið við erum að hreyfa börn út frá Huldubergi og yfir í Höfðaberg og það er svona, við erum ennþá að rýma fyrir ungbarnadeildunum. Þannig að þetta hefur verið svona smá, kannski ekki hyggst en svona breytingar og við erum svona að sjá fyrir endan af því en þrátt fyrir það að við séum að opna hér ungbarnadeildir og tilfærslur og annað slíkt sem að kannski þarf að vanda til verka hvað það varðar eins og koma börnunum yfir af Huldubergi yfir Höfðaberg þó að sé nú bara hinn með götuna þá er nú alltaf, það hugnast ekki öllum breytingar, ég skil það vel en þetta er alltaf takast og er í góðum höndum þessar góða starfsfólks og leikskólakennara og annarra starfsmanna sem er að taka á móti börnunum og þannig ég vil bara segja það að við erum bara, þetta eru viðkvæm þjónustumál hérna í bænum. Þetta snýst leikskólapláss og aðra vistun sem við þurfum að veita og þarna vildi ég bara taka fram að það gengur vel. Það eru í rauninni engir biðlistar. Þakkum Kolbrúnu Þorsteinsdóttur fyrir. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þakka formanni fræðslunefndar fyrir þessi yfirferð. Mér langar til að spyrja varðandi ungbarnaleikskóla. Nú kom ég ekki með töluna með mér, þannig ég ekki með textan fyrir fram, en það kemur fram að
að ungbarnaleikskóli þurfa með samning við Mosfellsbæ til þess að hérna það er ekki að ná í töluna mína. Afsakið forseti. Já. Gleymd að byrja leyfi. Það er tekið til greina. Þetta gerist ekki aftur sko. Hérna, hvað var ég nú að lesa þetta? Sjá. Já, Mosfellsbær býður upp á 3 leiðir í ungbarnaþjónustu. Það er sem sé sína eigin ungbarnaleikskóla og svo pláss í sjálfstætt starfandi ungbarnaleikskólum með þjónustusamning við Mosfellsbær. Nú langar mig til þess að spyrja, sem sagt, hvað erum við með samninga við marga ungbarnaleikskóla og hvernig ganga fyrir sér samninga við þá? Af því þetta hljómar eins og við séum ekki átómatískt með samninga við ungbarnaleikskóla sem eru til á höfuðborgarsvæðinu. Hversu erfitt er fyrir ungbarnaleikskóla að ná samkomulagi við Mosfellsbæ út á hvað gengur það? Ef að formaður geti aðeins, eða bæjarstjórinn kannski, að þetta er svona framkvæmdaratriði, kannski frekar. En þú veist hvað leikskóla þetta er? Já, þökkum Önnu Sigríði Guðnadóttur fyrir og næstu tekandi máls Haraldur Sverrisson, gjör svo vel. Sko, eins og ég best veit til sko, þá er þetta þannig að samningar Mosfellsbæjar við þessar leikskóla eru þannig að tryggja pláss. Þetta snýst það. Að börn í Mosfellsbæ hafi aðgang að plássum á þessum tilteknum skólum. Þegar þessi tilteknum skóla gæti svo sem bara sagt, við erum í Reykjavík og borð þaðan fá forgang. Þannig að samningarnir ganga bara út á þá, síðan bara borga fyrir það, borga foreldrarnir fyrir það eins og gjaldskrá Mosfellsbæjar segir til og Mosfellsbær greiðir síðan mismun á gjaldi það sem kostar og það sem foreldrar greiða. Og þetta eru 2 skólar í Grafarvogi sem eru samningar við. En fyrst og fremst snýst þetta það, svo ég endurteki það að fjölskyldur í Mosfellsbæ hafa aðgang á þessum plássum. Þökkum Haraldi Sverrissyni fyrir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðandi þessum öðrum dagskrárlið. 3. dagskrárlið þessara fundargerða var frestað og þá er sá 4. eftir sem er sjálfsmatsskýrsla 2017-2018. Einhver sem vil taka til máls, Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Bara örstutt forseti þá langar mig varðandi sjálfsmatsskýrslu Krikaskóla. Þá vil ég bara koma hér upp og hrósa þessum skóla fyrir þeirra starf. Það er ekki oft sem skólarnir okkar fá hrós, en þeir þurfa hrós og auðvitað við vitum það að þetta er þannig skóli að hann er kannski ekki, það mætti nú ekki mikið á honum í hruninu og þarna eru nú ekki kannski margir nemendur eins og er kannski mörgum skólunum okkar hérna, stóru skólunum okkar og ég veit kannski það allt annað dæmi heldur en til dæmis Varmárskóli og Lágholtsskóli en það er samt ástæða til að hrósa og það er samt ástæða til að segja að klappa fólki á baki fyrir að gera vel og ég veit að þarna er samheldinn hópur kennara sem að vill gera vel og ég held að það sé mjög mikilvægt. Börnin svona finna andrúmsloftið og finna gleðina í starfsfólkinu. Ég held að það er svo ofboðslega verðmætt. Það er svo mikilvægt að þau finni einhvern veginn fái þessi skilaboð að allir séu glaðir og ánægðir og þannig þá á sér stað nám. Og það er bara það sem ég vildi segja og mér fannst þessi kynning að skein sem gegn í kynningunni hjá skólastjóra Krikaskóla, þessi væntumþykja og umhyggjan og gleðin og húmorinn. Húmor gríðarlega mikilvægur í kennslu. Já, húmor er bara mikilvægur í lífinu. Hann heldur fólki stundum lífi í fólki og get ég alveg staðfest það. En já, þannig ég held að við getum líka alveg það geti alveg smitað yfir aðrar stofnanir þó það séu stórar og oft á tíðum erfiðar en það eru bara verkefni. Þannig ég vildi bara segja það og mér fannst einhvern veginn bara þetta virkaði svolítið svona áreynslulaust samskipti og ég veit það líka að þarna er nemendahópurinn líka krefjandi. Af því að það eru þarna börn sem þurfa mikla aðhlynningu og þurfa mikla aðstoð. Og það er ekkert auðvelt að taka á móti mörgum börnum sem að þurfa mikla aðstoð. Þannig að þó að skólinn sé ekki fjölmennur
en þá eru þarna krefjandi börn og það bara líka verið þannig og ég veit það í svona skólum, þá eru þeir foreldrar sem að treysta börnunum sínum kannski ekki inn í stóru skólana, að þeir leita í svona skóla og það er mjög mikilvægt líka að hafa svona minni einingu fyrir börn sem að kannski þrífast betur þar og þar veit ég að það er mjög vel haldið utan þannig börn og það er mjög mikilvægt. Við erum ekki öll eins. Takk fyrir. Það kom Kolbrún og Þorsteinsdóttir fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóð undir þessum dagskrárlið. Þá ætla ég að bera þessa fundargerð fræðslunefndar nr. 362 undir atkvæði. Þeir sem að staðfesta fundargerðina eins og einstakir liðir bera með sér. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Og þá eru komin í 7. lið sem er fundargerð lýðræðis og mannréttindanefndar nr. 3 frá 4. apríl síðastliðnum. Og það er ekki orðið laust 1. liðinn sem er norrænt samstarf. Við einhver vill ræða það. Og ef ekki þá er annar liður þessara fundargerðar jafnréttis áætlun Mosfellsbæjar 2014 til 2017. Við einhver ræða það. Ef svo er ekki þá er það 3. liður, það er þjónustukönnun sveitarfélaga frá 2018. Niðurstöðu þjónustukönnunnar Gallup 2018 fyrir Mosfellsbæ. Enginn kveður sér hljóðs það. Það er þá 4. og síðasti liður þessarar fundargerðar sem er umsókn þátttöku íbúðar samráðsverkefnis Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einhver sem vill ræða það. Svo er ekki, þá ætla ég að bera þá fundargerð upp til atkvæða og þeir sem að staðfesta þá fundargerð eins og einstakir liðir bera með sér. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í 7. lið þessara dagskrár sem er fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar 7. fundur frá 2. apríl. Og það eru 3 dagskrármál á þessari fundargerð og það fyrsta er Innabæjar ráðstefna 2018 í Mosfellsbæ. Einhver sem vill ræða það, svo er ekki, þá er það nr. 2 ævintýragarður deiliskipulags sem er þarna til kynningar. Enginn kveður sér hljóðs og það er 3. dagskrárliðurinn sem er framlögð til lista og menningarstarfsemi 2019. Og enginn kveður sér hljóðs, þá ætla ég að bera þessa 7. fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar upp þeir sem staðfesta hana eins og einstakir liðir bera með sér. Og hún er staðfest með 9 atkvæðum. Og þá vindum við okkur í 8. dagskrárlið sem er menningar og nýsköpunarnefnd 7. fundur frá 11.4. Næsti fundur þarna á eftir og það er það var vinnufundur, eitt dagskrármál á þeim fundi, vinnufundur vegna endurskoðunar menningarstefnu. Einhver ræða það. Ef svo er ekki þá ber ég þessa fundargerð upp til staðfestingar eins og hún ber með sér og hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið sem er umhverfisnefnd nr. 199 frá 11. apríl. Hún er í 6 dagskrárliðum og það er svo fyrsti sem er frístundalóðir við Langavatn. Einhver ræða það. Svo er ekki. Annar dagskrárliður ævintýragarður deiliskipulag sam og í fundargerðinni hérna á undan. Það kveður sér enginn hljóðs og þá er það 3. dagskrárliður sem er erindi hjólaferðni á Íslandi. Einhver ræða þann 3. dagskrárlið. Svo er ekki. 4. dagskrárliður friðlýsing gamla Þingvallavegarins. Enginn kveður sér hljóðs og 5. styrkur til friðlýstra svæða í landsáætlun uppbyggingu innviða. Það kveður sér enginn hljóðs og 7. og síðast er endurskoðun og umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Og það kveður sér enginn hljóðs og þá ætla ég að bera þessa fundargerð upp eins og einstakir liðir bera með sér og þeir sem staðfesta hana og hún er staðfest með 9 atkvæðum. Og þá eru komin að fundargerðin sem var bætt á dagskrána hérna í upphafi fundar, það er 10. dagskrárliður og það er íþrótt- og tómstundanefnd 228. fundur frá 16.4. og þar eru 6 erindi á dagskrá þessa fundar. Og það er 1. dagskrárliður. Ég óska eftir að fá vegna vanhæfis sem var vídeofundi undir þessum lið. Óska jafnframt eftir því að það hafi verið greitt sérstaklega atkvæði hann án mín hér á fundinum. Já. Haraldur Sverrisson hefur óskað eftir að fá víkjafundi undir þessum dagskrárlið og fundarritari færi það til bókar og við munum síðan greiða atkvæði þá þennan 1. lið áður en hann kemur til fundar aftur. Og það er sem sagt þessi 1. liður sem var aðal tilefni þess að óskað var eftir að þessi fundargerð kæmi hérna á dagskrá.
vegna þess að það er til meðferðarstyrki til ungra og efnilegra ungmenna og tillögur sem liggja hérna fyrir. Vill einhver taka til máls? Nei, ég spurja forseta, sko, er ekki eðlilegt að upphæðir séu inn í? Þú veist, eru öll fylgiskjöld hérna sem þarf? Nú bara er ég ekki... Hver er með forsjá málsins? Ég get svarað þessu. Já, Rúnar bara, viltu ekki koma bara í punktuna og greina okkur frá því hvernig þetta er í pottin búið? Rúnar bara Guðlason, tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, kannski bara byrja á að óska þeim til hamingju sem hafa hlutið þennan styrk. Þetta er styrkur sem er fyrir íþróttafólk hér í bæ, sem er þannig að þú í staðinn fyrir að fara í raun og veru í unglingavinnuna eða bæjarvinnuna, þá farðu sama kaup eins og þú sért þar. Það er styrkurinn. Þannig að íþróttafólkið okkar, afreksfólkið okkar geti stunda sína íþrótt án þess að þurfa að stunda sumarvinnu. Hvað langar tíma? Þetta er jafn langt og bæjarvinnan er í boði í Mosfellsbæ. Þannig að í staðinn fyrir að mæta í bæjarvinnu þá getur þú verið að stunda þína íþrótt. Það er styrkur. Yfir sumartímann sem Já. Okay. Vona að þetta hafi upplýsast hér með. Já, þökkum Rúnari Braga kærlega fyrir þetta, hann upplýsti þetta skilmerkilega hvernig þetta er í botnin. Bæta við einu eða? Gjör svo vel. Kannski við fáum bæta við að því að þetta eru aldurshópar og þá er mismunandi tekjur samkvæmt bænum og þegar til unglingavinnu eða bæjarvinnunni og það skiptist á þannig eftir því hversu gamall umsækjandinn er. Svona mismunandi upp á. Já, þökkum Rúnari Braga kærlega fyrir þessar upplýsingar. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum fyrsta lið. Svo er ekki og þá er það annar liður og honum var frestað staða framkvæmda. Það erum ekki búin að... Já. Jú, ég ger það í restina, sko. Ef við bara kjósum þetta mál, afgreiða þetta mál þannig að það getur ekki þátt í restinni. Já, fyrirgefið, jú, það var það sem við ætlum að gera. Ég ætla að Vil ég bera... bara fá hann inn aftur? Já, fyrirgefið, glemdi mér aðeins þetta, forseti glemdi sér aðeins. Við ætlum að greiða þá sérstaklega atkvæði um þennan fyrsta lið sem eru styrki til efnilegra ungmenna eins og það liggur fyrir í þessari fundagerð og þeir sem staðfesta þennan lið fundagerðina gjörðu svo að gefa merki og það er 8 atkvæði og þakka ykkur fyrir það og þá getum við kallað bæjarfulltrúann Harald Sverrisson inn til fundarins aftur. Stíga inn. En við höldum áfram þá og eins og ég sagði áðan að annar liður þessara fundagerðar honum var frestað, þannig við erum konið í þriðja lið sem er vinnuskóli Mosfellsbæjar 2019. Einhver sem vil taka til máls undir þriðja lið. Svo er ekki fjórði liður samstarfsvettvangur Mosfellsbæjar og afturheldingar. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá eru konið í 5. lið þessara fundagerðar. Unglingalandsmót með því 2021 og 2022. Einhver sem vil taka til máls undir Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Það er 5. dagskrárliður þessara fundagerðar. Forseti, varðandi 5. dagskrárlið, Unglingalandsmót Ungmennafélags Íslands 21-22. Þessi fundur er nýlega haldinn, en samkvæmt gögnum málsins er verið að leggja fram minnisblað þar sem að fresturinn rann út til þess að halda mótið 10. desember 2018. Þannig að mín spurning er þessi, hvers vegna er verið að leggja beiðni um að halda unglinga landsliðsmót Ungmennafélags Íslands frá 2001 eða 2022 fyrir þegar umsóknarfresturinn er runnin út. Þakkum Sveini Óskari fyrir. Er einhver sem hefur svör við þessu? Það er engin fulltrúi úr íþrótt- og tómstundunefnd viðstaddur hérna, þannig að við verðum að geyma okkur
það að geta upplýst þetta, heyrist mér. Einhverju fleiri sem vilja ræða þennan 5. lið? Rúnar Bragi Guðlaugsson, gjörðu svo vel. Forseti, það einmitt athyglisvert kannski líka að hérna þetta auðvitað lagt fram en kannski oft hefur komið fram það svo sem það hefði verið gaman að vita, það náttúrulega enginn sem hér situr sem var þarna inni en það hefði verið gaman að vita umræðunar á fundinum sjálfum varðandi þetta mál. Þannig þetta nú bara lagt fram en greinilega hefur þetta hefur komið í fyrra og eins og þetta sé verið að leggja þetta fram en ég hef ekki hugmynd af hverju það kemur svona seint. Þakkum Rúnari Braga fyrir. Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, það náttúrulega, forseti, það náttúrulega afskaplega erfitt að ræða eitthvað sem útrunnið. Þannig að það var ekki annað en að leggja það fram eins og stendur í fundargerðinni, að það var bara lagt fram. En að leggja fyrir fund og taka það ekki fyrir í tíma nú bara mjög sérstakt og þarna rennur tækifæri fram hjá bænum að kannski leggja inn beiðni með nýtt íþróttahús 21-22 en það þarf eiginlega að fá einhverja svör við þessu frekari hvers vegna svona gott tækifæri láti fram hjá sig fara með þessu. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Best greinilega tölvupóstur til starfsmanns bæjarins. Ég hef ekki upplýsingar um það af hverju hann var ekki afgreiddur með skjótara hætti þetta. Ég skal nú bara afla með þær upplýsingar. Hins vegar held ég að sko að það er nú kannski ekki orðið þetta þannig að þetta sé eitthvað kjörið tækifæri. Ég held að það þurfi mjög meðvitað ákvörðun það að halda unglingalandsmót. Því fylgir mjög mikill kostnaður. Ég get alveg sagt ykkur það, við hefum einu sinni haldið unglingalandsmót í Mosfellsbæ og þá var gerður þessi frjálsíþróttavöllur, hann var gerður til að geta haldið unglingalandsmót. Það er svona hérna á sínum tíma. 1990? Ja, eitthvað svoleiðis. Það fauk reyndar út veður og vind að geta unglingalandsmót, eða landsmót. Þannig að hérna ég held að það sé ekki hægt að orða þetta með þeim hætti að hann hafi kjörið tækifæri gengi okkur greipum en tækifæri kannski til þess að taka meðvitað ákvörðun hefur kannski gengið okkur greipum en ég held að það komi nú annað svona tilboð, þetta er sett öllum sveitarfélögum á hverju ári. Já, er það ekki hverju ári? Er það ekki haldið á hverju ári? Jú, það getur ekki verið 21 og 22. Já, þannig að ég held að það eru horfandi þessum hætti. Ég skal grafast fyrir það með af hverju þetta erindi var ekki lagt fram fyrir nefndinni. Ég held að það hljóti að vera með einhver manni mistök að ræða. Þakkum Haraldur Sverrissyni fyrir. Augnablik að Ásgeir Sveinsson sem var sjónamun á undan, gjörðu svo vel. Sem ekki rétt, hann sér alltaf ykkur sem forseti. Forseti, Hann horfir inn bæjarfulltrúar, langar rétt að koma með mína hugmynd að þessu, af hverju þetta er svona. Ég veit ekki hvort það er rétt en við fáum frekar upplýsingar. Þetta unglingalandsmót er haldið á hverju ári Vestlendingahelgi. Ég hef búinn að vera undanfarin held í 11 ár, þetta er frábær samkoma og mæli endilega með því að ef þið börn eða barnabörn að drífa ykkur Vestlendingahelgi unglingalandsmót. Eins og Haraldur benti á það var mikill kostnaður fólkin í þessu að halda svona mót og það er nú gert þannig að núna að ítrekka hafa sömu 3-4 bæjarfélögin haldið þetta þannig að það var búið að byggja upp vissan infrastruktúr sem að þarf til þess að halda þetta. Ég ætla að henda þeirri hugmyndirna fram að þeir hafa ekki fengið umsóknir fyrir 21-22 og þess vegna hafa þetta verið sent aftur og kannski glemst að breyta bæjarfélögin. Hvernig finnst ykkur þessi kenning? Við þökkum Ásgeiri fyrir og Anna Sigríður Gunnardóttir. Ég ætla nú bara að bera skilaboð inn að þessum fundi. Því hér var spurt það hefði verið gaman að vita hverju umræðan hefði verið, þær voru engar. En ég veit að fulltrúar Samfylkingar á þessum fundi spurði hvað þetta erindi ætti inn á þennan fund vegna þess að það var ljóst að það hefði verið sent í september.
og það voru engin svör að mér skilst við því, þannig að þessi frábæra kenning Ásgeirs virðist ekki eiga við rökastýrast. En ég treysti því að bæjarstjóri kíkja á þetta, því það er náttúrulega í alvöru talið ekki sniðugt að vera að senda erindi sem eru að verða ársgömul inn á nefndarfundi og ég hef líka verið unglingalandsmóti eins og Ásgeir og það er mjög skemmtilegt og en líka þetta er mikið að halda og ég vil bara að því við erum að tala um unglingalandsmót þá skulum við ekki gleyma að hér var haldið landsmót 50+, það fauk ekkert út í veður og vind, var mjög vel heppnað og sérstaklega skemmtilegt. Það kom Önnu Sigríði Guðnadóttur fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóð þennan 5. lið og þá eigum við þann 7. eftir sem samstarfssamningur sveitarfélaga með rekstur skíðasvæða, einhver sem vil taka til máls undir þeim. Svo ekki og þá ætla ég að bera þessa fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar upp. Það er búið að afgreiða 1. lið að undanskildum 1. lið sem við höfum þegar greitt atkvæðum og eins og einstakir hinir 5 liðirnir bera með sér og þeir sem samþykkja fundagerðina og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að 11. dagskrárlið sem er undir almenn erindi, tillögur að breytingum á samþykktum stjórn Mosfellsbæjar og það er fyrri umræða. Vill einhver taka til máls undir þessum dagskrárlið? Svo ekki, þá ætla ég að bera hann undir atkvæði, það er þá síðar umræða væntanlega á næsta bæjarstjórnarfundi. Þeir sem samþykkja að afgreiða þennan dagskrárlið til annar umræðu, gjöra svo að gefa merki og það eru samþykkt með 9 atkvæðum. Og við förum í 12. sem er notendaráð málefni fatlaðs fólks sem að tengist hinum 11. og hann er hérna til umræðu og við getum sjálfsögð ekki kosið í þetta ráð fyrir að staðfestingin er komin í gegn eftir síðar umræðu 11. dagskrárliðar sem vorum að afgreiða rétt áðan og Lovísa Sigjónsdóttir hefur hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið, gjörðu svo vel. Mig langaði að gera athugasemd við þá ráðstöfun að nefndarfólki sem að taka sæti í þessum notendaráði rétt eins og í öldungaráði, ráð sem að okkur ber lögbundin skylda til þess að skipa í og okkur ber lögbundin skylda til þess að leggja ákveðin erindi fyrir að það sé ólaunað og sker sig þannig frá öðrum nefndum sem að eru starfandi hérna hjá bæjarfélaginu. Finnst það ekki rétt. Við erum ætlast til þess að fólk setji þarna tíma sinn í að sinna starfi sem að bæjarfélaginu ber skylda til þess að veita og ég hvet til þess að þessi liður verði endurskoðaður. Já, þökkum Lovísu Jónsdóttur fyrir. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek undir þetta með bæjarfulltrúa Viðreisnar og hef talað fyrir því sérstaklega um öldungaráð að það ætti að vera launað. Mér bara dettur í hug núna, hvort það væri ekki hægt að óska eftir því að það yrði afla upplýsinga sérstaklega notendaráðin, hvernig því er farið í öðrum sveitarfélögum með notendaráð, hvort að nefndarmenn í notendaráðum, ég er ekki beðið út um all land, kannski bara sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, hvort að þeir hafi laun fyrir setu sína þar. Takk. Þökkum Önnu Sigríði Guðnadóttur fyrir. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Ég skal bara taka að mér og afla hérna sína. Já, takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þannig að ég ætla þá að bera þetta upp. Er þetta fyrri, Rittar, er þetta fyrri eða þetta er bara final? Já. Eins og reglurnar liggja fyrir að þá erum við að fara að afgreiða þær hérna. Við vorum að ræða þetta á fjölskyldunum. Þú veist, er það bara til kynningar þar eða var ekki til samfóta? Það er til kynningar. Þeir sem að staðfesta 12. lið reglur fyrir notendaráð fatlaðs fólks gjörðu svo að gefa merki og það er staðfest með 9 atkvæðum. Við erum komin að 13. dagskrárlið sem var viðbót við þennan fund, kosningar í nefndir og ég gef Önnu Sigríði Guðnadóttur orðið. Já, forseti, ég ætla að fá, ég hef óska eftir að kjósa í 2 nefndir
og það er að ræða hérna, menningar- og nýsköpunarnefnd og umhverfisnefnd. Aðalfulltrúi okkar, við erum með aðalfulltrúi í menningar- og nýsköpunarnefnd og hérna, hann hefur þurft að taka sér leyfi og í hans stað myndi taka sæti aðalmanns núverandi varamaður Rafn Hafur Guðlaugsson og varamaður yrði þá Sólborg Alda Pétursdóttir og ég hef sett allar upplýsingar þessa aðila til ritara og þá stendur eftir hérna áheyrnarsætið í umhverfisnefnd sem Samson sat í líka og þar ætla ég að tilnefna sjálfur Önnu Sigríði Guðnadóttur sem áheyrnarfulltrúi í umhverfisnefnd. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Eru aðrar tillögur í þessu efni? Svo er ekki og þá ber ég þetta undir atkvæði, þeir sem staðfesta þessa ráðstöfun. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá erum við komin af 14. dagskrárlið þessa fundar sem eru fundargerðir til kynningar og þær eru 5 að tölu og fyrst er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 362 frá 11.4. Vill einhver tjá sig hann? Svo er ekki, þá er það fundargerð 180. fundar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 29. mars síðastliðinn. Enginn kveður sig hljóðs og það er þá fundargerð 88. fundar svæðisskipulagsnefndar frá 22. mars. Og það kveður sér enginn hljóðs og þá er það fundargerð 45. fundar heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis frá 8. apríl síðastliðinn og enginn kveður sér hljóðs. Þá er það fundargerð 18. eigandafundar Strætó frá 8. apríl síðastliðinn og enginn kveður sér hljóðs. Þá erum við búin að tæma dagskrá fundarins. Ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsetuna. Við höfum eftir að ganga frá fundargerð, lesa hana og undirrita, en ég þakka ykkur fyrir fundarsetuna og segi þessum fundi slitið. Takk sem þetta.